Klukkan orðin 4 með þess að 1 mínúti betur. Völlu Krúur komin á fóninn. Það föstudagurinn 28. mæ og FM 95 Blöður hafði göngu sína á þessum fínasta föstudegi. Við höfum blöndal heiti og sitið mínu sæti. Beint á móti mér eru 2 naut heimskir. Veit ekki hvor heimska. Kölluðu okkur ekki 3 heimska? Daginn. Já, við ljúum ekkert að hlusta. Við vorum að ræða daginn bara hvað við værum heimskir. Það verður 3 heimskir, já. En ég ætla að byrja á fyrirliða þáttarins. Hann búinn að vera fyrirliði þáttarins í, verða 3 ár. Heimskastir með 3 ár? Já, og það eru great honors, það eru reynsluður og fullur. Já, ég get ekki sagt þér að ég líka því ég er edrú, sko. Það eru great honors, sko. Já, hann er hreinskilinn edrú. Já, hann er miklu hreinskilinn þegar hann er fullur. Hann sagði sem við með mökka, veistu að blöð, að þú gert með fyrirliði FM 95 Blöð er a great honor. Ég hlóði svona 5 mínútur. Nákvæmlega, það er bara þannig og ég menna að ég missi það einhvern tímann, það verður eitthvað vestið dagar aðeins. Já, það er, þú þurftir að skita vel á þig. Þú segir einhvern tímann bara Gilsi, steindi fyrirliði. Sér hvað það væri mikill skellur. En þú myndir mæta samt, menna álega mist bandi. Já, ég bara missi bandi, það var í mig í gang. Það verður veistla þegar þú ferði þarna í einhverja Tenerife, 2 svar í röð og missir það 3-4 þáttum, missir bandi. Sko, Steindi, það er heiminn að hann þarf að vera helviti lengi frá til að missa bandi. En ég tekið þú bara með, ég myndi tenna og komið þið bara með og bara live þaðan. Ég var fránast í ár á sín tíma. Já, það er akkurat máli. En hvernig ertu fyrirliði? Ég hef ekki verið betri. Það er gott að vera. Reyndar, sko ekki, vissulega undanfarna daga hefur verið mikið sunshine og blár heiminn, nú er bara eitthvað viðbjöður. Það var televiður í gær. Það kemur ekki vondskap samt. Nei. En það serðu, það er helviti grátt yfir þróttaramerkinu. Já, þú veist, það er ekki létt yfir sóla í dag, ég sé það strax. Sóli er svona tvistur, hann var að köpa sér nýjan vagn, veit ég, og það kostar butunum. Sko, meðan við hvernig stemningin er á þróttaramerkinu, þá er Sóli bara með súpu í klófinu núna helgina. Já, það er pínu þannig. En hvernig er Vassberið FM 95 Blöð? Það er einn ískaldur túborg. Og áttan skilið. Herru, ég er fróandi góður og fyllandi fínn í dag og ég er hérna, jú, ég vaknaði smá rikaður, ég tók eina rauðinsflösku í gæri við rauðin og klukkum, það var líka loka þáttu fyrir frí. Drekkur að heila flösku yfir þættinum? Já, ég ger það sko. Það heldur hast. Já, maður veistu hvað, ég get sko, þú veist, ég hef sagt það áður maður, ekki tala þólvitt. Já, ég meina, það er betra enn flestum. Nei, sko, ég sé það alveg, ég hugsa að séu fáir á Íslandi, eða bara í heiminum náttúrulega, að segja sér sjálft, sem þekkja það betur. Þegar þú talar og finnir aldrei á þér, ég sé það sko, bara svo vitra. Þú heldur bara og þú finnir ekki á þér. Nei. Ég heyri það bara hvernig þú talar og hvað þú byrjar að tala. Það veit ég, ok, kallinn aðeins komin í það. Já, rýma okkar, En þá talar þú standur bara, það er alveg sama hvað ég drekk, ég finn ekki neitt. En er Auðun og Klakka komin í frí? Já, við erum komin í sumafrí og heldur þið snemt, 28. mæ. Já, nýjast það líka. Þetta er nú búið að vera gott season, ég held að fólk hafi gott að því að fá smá pásu frá okkur og ég vil koma aftur í ágúst bara með season 2. Digital Cuz að gera í sumarfríinu. Hann náttúrulega er professional poker player, hann að ég held að hann sé bara að spila poker á okkur skiptum klúbbum og sækja brauðið sko. Og hann drekkur landa líka hann það sem hann gerir. Já, svo bruggar hann og allir bakinn. Greið að fengi það á sín Landakvöss. Hann er Landakvöss. Og býtu að herðu, hvað var áttur hérna í síðasta þætti? Reyndar voru þið báðurónir blind fullir. Kölluðu hann ekki offit í sjúklinga? Nei, við. Hann var ekki vinsalega sáttur með það sko. Ég man ekki eftir því. Nei, sögðu nú reyndar ekki offit í sjúklinga. Nei, Landakvöss sko, legend. Besti vinu minn. Ég var aldrei að tala eitthvað, væri með eitthvað sjónna þarna sko. Hann er bara að rúnda milli pókerklúba og hreinsa fiska og ná sér í cash. Það held ég samt ekki. Ég held að Steindi sé að ljúga upp á hann svona 3-4 sinni sem þætti sko. Hvað meinur þú? Hann er að professional poker player. Hvað heldur hann sé bara keirandi milli pókerklúba á Íslandi? Á spyrkvæðis, hvað gerur þú? Þá segir hann, ég pókerspilaði. Já, það er bara því að hann er heima með strákinn. Það er skárra heldur en að segja og setja aðrunlös eða eitthvað, ég veit það ekki. Hvað með strákurinn sé í grunnskóla sko? Hann er 13 ára. 13 ára strákurinn. Hann er ekki 13 ára. En, herru, menn sáttu með Eurovision? Já, mjög. Já, fjórðarsæti. Var ekki bara fínt? Við fórum ekki svona svið sko. Nei. Þetta er magnaðar árangur. Fjórðarsæti, við fórum ekki svið sko. Þú ert eiginlega svona Eurovision sérfræðingur nokkar Egill. Hefðu þið getað unnið þetta að þið farið á svið? Hafði það munað miklu? Ég held ekki, nei. En við munið þetta í fyrra. Já, ég sammála því. Það sem er svekkjandi er að þetta sýndi það eiginlega, við hefðum ekki unnið þetta í fyrra. Sko, búkinn, hann lesir rétt í þetta og með Ítali alltaf sem sigurvegara. Maður var alltaf að fara á móti búkinnum. Ég vildi ekki gera Rikka að setja þetta á Twitter hérna. Rikki er búin að peppa Möltun og það í sko
í svona 6 vikur Hann heila þú Ég sett á Möldu Ég sendi þetta á sínu tíma í grúppun okkar eða ekki Ég verði að lesa þetta fyrir hlustendur Ég ætlaði að setja þetta á Twitter svo vildi ég bara ekki gera hana Sko Hvað er þetta hérna? Rikki, hann var alveg 100% á því að Malta myndi vinna Já, ég veit það, það er svo 20 sem Já, svo voru Sviss eftir og ég skrifa okkur sagður ekki Sviss því að Rikki sagði mér að betta á Möltu Það eru Sviss þegar þeir voru eftir í keppninni Já, ég segi bara, af hverju sagður ekki Sviss þarna villisengur Þá skrifar hann, slakaðu blöð, þetta eru trúðaatkvæðin, dómnefnd, símakostingar eftir Ég bara, meinar, kemur ekkert að marka þetta núna, ekki neitt Svo áðurinn að Það var komið í minn mann sko Já, það komið vel í hann Það var hérna á gummavinni sínum Ég veit að hann er bara staðfesta Það komið vel í kallinn Hann skrifar svo hérna af því að svo var Malta í topp 3 fyrir símakostinguna Ég held að Malta væri, ég reyndar líka með þetta þá sko Já, þá kemur Rikki Oh my god, þú átt alltaf að hlusta á Richard Malta í lykilstöðu Richard tekur ég get sagt hvað hann myndi taka Richard tekur 480k þegar þetta dettur Þegar? Já, ég bara, hvað settur á þetta? Og hann setti eitthvað undir og sagði, fekk góðan stuðul Við mögum þetta ekki Já, herri, nema það svo fáður eitthvað, hvað fenguðu? 70 Nei, 47 sem er ótrúlega bara, það reyf enginn upp síman og kaus Möltu ekki eitt maður Þá sendi ég hann greinandi kalla þá sér hann, herru, takk og bless oi, og svona 15 spurningamerki þetta var langbesta lagi, ég er með grín kalla aftur er hann gríns í sjokki og hann bara, mér er svo drullu saman allt núna þvílingum Það veitir hvað var hann fór helviti langt niður Nei, hann setti nú ekki það mikið undir hann fekk góðan stöðul, hann tippaði svo snemma á þetta Já, en máli er að sko hérna, við vorum í 4. sæti og okkur var spáð sko 5., 7., 7. þetta rokkaði þetta á milli, við lendum í 4. sem er bara þetta er geggjaður árangur, þetta er 3. besti árangur í Íslands og upphafi Ég tók svona okkar efur á það, ég sagði, við erum í topp 5 Já, en svo er hérna Ég sagði top of Nordic countries, það var ég held þetta Lagstallfélagið með það er einast þetta, það klikkaði allt annað Svo unnu Ítalar og hendur sér í Jeju sem á rúsum Nei, herðu, svo búið að staðfesta það var ekki Jeju Já, hann fór í þetta gæðsælega bara upp fíkniefnatest lesnast að force manure sem við gilsarinn hefur síðu sko og fyrir utan það þátt að taka nú bara hann tók bara, hann fekk sér líkilistar að crime Já, það er að crime hann má það ekki Já, sko, hann lit litla frænda sem pissi í dollu he came out clean En mér er drullu saman Ég elskar leikur lélast að líða sér hér það brotnaði glas og var að tegja sér eftir hann fekk sér bara hann að línu Aldrei mun ég tala fíkniefni þessum þætti því ég hef verið á móti þeim og svo allir bara vita í kringum mig Ég læt áfengi næja reynda að fengi mér eina skrýtna þarna í Amsterdam einhvern Línu? Þú hatar Línu í Amsterdam? Nei, Jónu Jónu En hérna að ætti að taka á hann titilinn og var að það er bara best að kæri Þetta er ekki íþróttakeppni og sér líka að finna þér hann er rockar svo 95% öllu þessu græna herbyggi var að taka Jeju sko hann eini sem var kott sko og þá bara á að taka titil á ég meina sko partying okkur segir að 90% að verið 90% í græna herbyggi hef ég kemst í Eurovision eða þú fórst út ég veit hvað að gerast í the green room já ok þegar þú varst þetta í Smáralind með einhverjum krökkum og það taka línu krakkarnir voru allir á kókaini þar 100% og ég get sagt þér að í svona keppni sem er bara snýst bara eitthvað svona glamúr og það er allir mættir veistu hvað þetta er alveg hárrétt sem eitthvað að segja hárrétt og þetta var líka í gangi hérna í verðargarðinu en ákveður að tala eins og ég mér væri drullu sama hvort það var að fá sér eða ekki já ég veit það eins og ég sagði, hann var ekki að keppa á Ólympíuleikunum sko. Hann var að keppa í Eurovision skildi ég geta bíó og þykjast taka eitthvað test Auðvitað, ekki spilaði svona heimskan allir í Ólympíuleikunum eru líka að taka Jeju og hættu þessu, ég þóla ekki þetta Jeju viðbjóðstali það er alveg mína fínu en maður segir eitt samt Öli ég er að segja það ég held að hann hafi ekki verið að þessu by the way nei, ég held að hann ekki heldur ég held að hann ekki en ef hann var að því, þá gæti mér ekki verið nei, það fyrir Arngi og fokkbunga minn líka en mér var speitt með ítalska lagið það var bara ekki nógu gott þess vegna gæti ég ekki betta á það og feifurt allan tíman fýtstuðul, 3 finnska lagið var betra maður en sko, mér finnst það bara með alltaf eitthvað karakter í þetta lag þetta var einhvern veginn bara boring karakter í þetta lag þú söngst hei hei hó hó hérna karakter í því lagi þetta líka er enda með að vera riðið að Friðrik Ómar þar spilaður á orgel og tóisar það er bara það alveg hvað hvað sagður þau? Mér var riðið að Friðrik Ómar við skulum bara fara yfir hvað í þætti dagsins
Já, svo, nei, ég ætla ekki eins og að koma inn á hitt Við erum með rosalega þátt, það er rándir gestur á leiðinni Við erum að fara að fá dómsmálaráðherra hérna í þáttinn Áslaugu Já, Áslaugu ætlar að kíkja á okkur Ég er með þekki eða ekki Herru, blöð Ég lofa hlustendum að það er helviti gott í dag Ég er með rosalega spurningar á Áslaugu Já, ok Þegar ég er búin að vera að undirbúa þetta Ég er með fullt af spurningum Ég var mjög til að vita er hún í bréfunum og er hún með paper hands eða diamond hands af því að nú er það rauður dagur í dag Þú þarft eiginlega að segjast Þú þarft eiginlega að fara að byrja með hlutabréfahotni hérna í Humblöð því að talandum að leifa hlustendum að vita hvað fyrir okkar á milli hérna fyrir þátt Hvað ertu búin að segja mér oft í dag þessi rauður dagur í bréfunum Þú ert, veist það, Steindi, ég er búin að vera svo mikið í kringu því síðust ára þú gerir mig geðveikt Rauður dagur Hann er búin að segja mér svona 10 Nei, málega, dagurinn í dag, þú ert að hafa maga í daginn svo í dag Já, þú ert að segja mér það núna í 11. sinn Ég held ég var á leiðinni í Þú settist á kúlíakan á hann bara, það er rauður dagur Ég bara, það er vesen Já, bara allt rauð Svona hálftíma setna maður, sér þetta blöð, sér þetta Þetta er rauð, ég með þetta er rauð Ég bara, ok, þú varst búin að segja mér, þetta er rauður dagur Herðu, ég er ekki með paper, heldur ég er ekki að taka upp síman og hringi með Kauphöll Ég tek þetta bara á kassan í mitt diamond hand Tekur þetta á kassan, þú segir öllum frá þessu Já, en málið það, sko, ok, ég held ég var að leiðin í 14 gráður og sunshine og græna dag En þetta er þoka og eitthvað svona sleikja yfir öllu Rigning og allt rautt En var allt grænt í gær þegar það var gott Það var rautt í gær en það var grænt í fyrra þetta Mjög grænt í fyrra, það var mjög grænt Reyndar í gær, ég er samt sammála því Það var einhvern veginn, það var bjartar yfir maður funkar rosalega eftir veðri Já, en svona til að klára hérna umræðina blöð þá er kryptomarkaðurinn, hann er rauður Já, ef þú hefur kíkt inn á hann, þú ert nú í kryptoheiminum Ég bara þarf ekki að segja öllum frá því En jú, ég vil náða að plata minni það hérna fyrir ykkur nokkur mánuð síðan Ég þakka að kella fyrir það Það er allavega 30-40% niður Það kom mér inn í það Blöð með diamond hands þar Ég er bara nefnilega ekki að spá í þessu Ég lofaði sjálfur mér, ég myndi skoða þetta til 3 ár En allavega, ég er með fullt af spurningum fyrir Áslaugu Og þetta er meðal annars, bara ég verði til að vita hvernig hún er að tækla þessa rauðu dagar Hvað er spurningkeppni Gils? Sko, ég finnst svo mikil bjartsýni Þegar ég bjóða til að hugsa þetta í gær fyrir þetta, þá var gott veður, sunshine og gott veður, sunshine þú veist, bjartsýni við bréfunum, bjartsýni við bara COVID, bjartsýni, fólk er að ferðast allir er svo jákvæðar eitthvað þannig ég hugsaði bara, hörðu, king of bjartsýni það er bjart yfir öll ég ætti að vera líklegari það eina sem er pirrandi er, þú veist, að þessi keppni ætti að vera þegar það er sunshine og blár heiminn, þú veist, það er bara Þið miður get ekki átt við það sko Ég er svona allt land eða Það er helviti grænt út Pottið, þetta er svona 30 hitt á Egilsstöðum eins og alltaf núna sko Og heiður Austmann bara á tenni sko Silkiströmgur sko Það er rosalegt Hún er lítið kósi Hvað við ekki á tenni Einhver er innkoman maður Svo er hvort myndur frekar á sínu stað Og já svona fastir liðir How to do fellow kids Ég fekk rosalega frasadrengi Þetta voru spennandi keppni í dag Herru, ég er búin að fara í bólusendingu Já, það er ekki bara út completely bold eða Nei, ég sá engan sköllóttan þarna í röðinni Ekki? Ekki neitt, ég held að þetta hef ekki verið dagur sköllóttur En ákveða blöð ræstur út Ég veit það ekki Og ég, út af ég er með Þú ert eldri en ég Ég með frekar þykkt hárið það ekki, Stefán Jú Það er ekki bara að ræsa mig út, ég er að vakta síma Mér langar að fá sprautu Ég veit þú ert að reyna að byrja með Það mun ekki hefnast Allt og góð skapita Það var einhverju En við þú fátt tvær sprautur Nei, ég fer aftur eftir 3 vikur Yes, og þetta var Pfizer En það er rosalega, ég veit að fólk er búið að posta þessu á samfélagsmiðlum manna En það er skrítin stemmingan, ég er ekki að segja hún sé vond Maður klappa fyrir þeir svo King Þóróli og Eitthvað ruggla Já, þú ert fokkin blöð, sko, ég myndi klappa Ef ég var hann að laga og maður segja lappin Ég myndi standa upp Já, alltaf og klappa Það er reynda toppmaður Þetta er löggun sem hringdi mér og heimta að fá að sprauta mig sjálfur Það er svona toppmaður Hvað varstu lengi að lappin þá lapparni höllin og lappaður út Var þetta bara inn á tjöp? Já, bara 20 mínútur sem að þú ert enga stund að fá sprautuna En svo ert að býða í kortir að það skildi líði yfir Já, sagði ekki að vera á gamla skólanum með Já, ég bara satt í símanum blöðarann sko Líða yfir Eina sprauti Ég satt í símanum í 15 mínútur bara Það var minnsta máli Þú ert með 2 nýfætt börn heima þér þá ég vilja sitja þarna í 3 tíma Sko, að það líður yfir eftir eina sprautu þá getur þú bara að pakka saman sko Þá er heimurinn ekki Þá er heimurinn bara erfiður fyrir því Það leiði við 2 þarna Þannig að það er gaman ef þeir eru að hlusta Þú ert alltaf svo harður Já, þeir hafa bara gleymt að Reyndar er góða líkur að líði yfir Steinþór Já, bara ekki séns En ég er bara búin að lifa KFC síðustu 15 ár Já, herru, enda er ég með stálmaga Ég heldur ég ráði ekki finna sprautu Ég geta bara skyndibita síðan ég var En veit þið hvað grilla þessu? Það er sko gósið í beinni útsendingu Það var risaskjá Svo er DJ upp á palli Já, það er rosalega, bara svo Fín lög En skrýtni í þessu er að þær koma með sprautunar Þær tala sér saman Og þetta er eins og bara robot Það er bara og áfram Og það lappa
allar á sama tíma, það eru búin að æfa skrefin, þannig að allir vagnarnir fara á milli sætana á nákvæmlega sama tíma. Nætli öxlinaður og... Já, svo bara, og áfram, það er eins og sért við svona færiband. En varst það ekki hrættur að þú var að fá notasprautu í hendina, þetta er svona mikið tempó? Nei, ég er bara ekki sami kvíðasöglingurinn og svarstínis pjessinn og þú sko. Steindi með spurri eitthvað að þetta er notasprauta. Alveg 100%. Ég ætla 100% er þetta hrein nál? Ég auðvitað Ég fari nokkuð sem í tattoo, fyrst sem ég gerir að segja, herru, hérna, nálinn sem þú nota, er hún ekki hrein? Og heldur hann myndi segja þér að hún væri óhrein? Já, myndir hann ekki bara segja já og svo væri hann með að skýta það nál? Ef ég spyr hann, er þetta ekki örugglega hrein nál sem hann ætla að nota? Og hann myndi aldrei segja bara, jú, og hann er skítu og hann var að taka hann på ruslinu. Nei, ég er bara að láta hann doppeltjekka, jú, ég gerði það. Jú, ég er búin að vera tattu svo mikið og sprauta svo mikið eins og í höllina. Jú, ég er nokkuð Ég vorkenni píðinu sem ég fá líklega reyna nál hann í höllinni. Já, 100%. Þetta tók enga stund. Þetta var ekki svona vond. Hver ætli við ræstu fyrir út? Ég eða Stóni? Sko, þú sagðir hérna í þættinum, Egill, að ég og þú erum tveir síðustu menn landsins til að fá þessa sprautu. Ég veit ekki, sko, ég var að hugsa ákvæmst túbókarinn 5% fita, þetta 2,30 og... Ég hefði haldið að ég var í áhættu. Þú ættir að síðast í gæðins á bókarinn inn. Ég hugsaði að þú hlýtur að vera bara út bold. Gæti að vera að því með 2 tiny little babies. Rakel fekk líka, sko. Veistu hvað blöð? Þetta er, veist Varst að tói ykkur að, hringdur þú símtölu? Ég sverðaði upp á lífum mitt, ég hringdi ekki neinn símtölu að sendi mig. Nei, einhver getur reddað sér sprautu, þá er það blöðföring, sko. Ég sverðaði upp á báða seðlum mína, ég gerði það ekki. Ég ætla ekki í Pfizerin, ég ætla í Sputnik. Já, ég treysti Pfizerinu best að þessu. Herru, en hérna... Það getur komið, Sputnik. Nei, ég fyrir bara í þetta rúsneska, en hérna... Ekki það, mér væri drullu sama hvað ég fengi, bara að fæ bólöfni. Þetta ekki með sama. En ég var að hlusta á hérna viðtal við konu í morgun. Ég man ekki hver þetta var eða hvað stöð það var. Hún var að tala sko sprauturnar og það. Hún vildi meina að það væri eitthvað efni úr simpönsum í sprautunum. Simpönsum? Já. Og það... Mér gæti ekki Nei, það gæti samt þýtt að þú fáir hár. Fáir hár, þú verður loðinn aftur. Það var rosalegt. Fáir lumpa. Þannig er bara COVID-free og með hár. Það er mögulega að dreyma þetta viðtala. Nei, alveg pottið. Þetta var bara í morgun. Þetta er í sprautunni er eitthvað efni frá simpönsum og geti fengið þykkt hár eftir það. Nei, það er mín svona mistlýs. Það er ekki fullur með sens. En eins og það heyrðu kæru hlustendur, við erum í gír og já, vonandi þið líka. Og ég var að fatta það, drengir, að við höfum aldrei spilað þetta lag með Bubba í FM95 Blöð og það er eiginlega glæpur. Það var eitthvað óskiljanlegan hátt hefur þetta lag aldrei verið spilað áður í FM95 Blöð og við biðjum Bubba Mortens afsökun á því líka lagið. Fyrir ekki þau Bubbi. Okkar besti maður. Haldið að Bubbi sé að hlusta? Jú, akkur ekki. Já, hann gæti þetta. Ég veit að svona hans hlustar, en það er toppmaður hann Brynjar. Hann er bara upp í Kjós, bara slaku, bara út í garða að hlusta, 100%. Já, hann er að skoða einhverja bíflugur og gefa hænunum. Er hann fluttu, kallinn, kongurinn? Hvar keypti hann? Álftanesi? Já, hann keypti hérna á Nesinu, hérna. Seltjarnarnesi? Já. Rétt á, já, ég held að sé Suðumugötu og Jón Jónsson, okkar besti maður. Já, rosalega gatan. 2 billionaires og musicians. Hvernig verður götupartí? Bara veisla fyrir nágranna, þá 2 og gítar í götugrilli. Ef ég væri á kantinum eitthvað staðar, þá væri ég alltaf, herru, já, er ekki komið að götugrilli. Það myndi alltaf verið að fá skemmtiatriði. Þetta eru líka 2 menn sem nenna þessu, þeir elska götugrilli. Meira Jón okkar maður heldur en Bubbi. Ég held að Bubbi nenni ekkit endalaust að vera að koma út með gítarinn og spila í einhverju götugrilli, sko. Ekki nefnum að hendi 500 skall í hann, sko. Nei, hann er stemningsmaður. Hann er það reyndar og er toppmaður. En það er komið að slúðri hér í FM95 Blöð og fyrsti slúðupakkinni eftir, ég með ágætis pakka þetta, ég svolítið alltaf þessari sömu afsakið franskuna mína, helvítis fjölskyldu. The Kardashians? Nei, ég ætla reyndar að byrja á manni sem er að yfirgefa þessa fjölskyldu og lítur, ég held að hann sé sáttum með það er Kanye West. Ætlar að byrja að gefa sjálfu þér sokk í fyrsta móla? Nei, að hvað? Kanye West er byrjað með yngri píu móteli. Yngri píu, þetta er fyrrverandi hans Bradley Cooper og fyrrverandi hans Ronaldo, þetta er fullorðin kona, sko. Já, þetta er mótel og hún er svona tvítug. Nei, ég sagði það ekkert, ég sagði Kanye West myndi byrja með eitthvað svona ungu móteli og hún er ekkert ung. Og svo sagði ég að Kim myndi byrja með einhverju sem væri ekki með einhverjum svona milljónir. Þetta var algjörlega sem verið að gerast. Nei, þú sagði að hún myndi byrja með ungum rappara, Steindi.
Hættu þessu kjaftaði. Hann er þetta ótrúlega segur í þessu. Ennina ferðina er hann að negla það. Hún byrjaði með 50 sjómannsmanni. Já, en ennina ferðina neldi þetta slúður. En alltaf, hvort sem að Steindi Ríkist hafa sagt það ekki, þá er hann að deyta hana, hvað heitir hún aftur? Írina Shayk. Já, og hún var með Ronaldo á sínu tíma og byrjaði svo með Bradley Cooper, regnaðist bann með Bradley Cooper. Er ekki mikið að vinna með lagamenn, þessi? Nei, she's got a type, ef að út í það er farið, sko. Já, ég hef það. Þetta er bara frægustu menn heims. Þetta er ekki bara eitthvað svona lagamæðurinn á milli. Þú sagðir einhvern veginn í þessum þætti Egill, að það muni aldrei gerast að svona píur, svona high profile píur og high profile gaurar byrji með lagar. Kannski þetta bara tilvílu að hún hafi bara verið með hot celebrities. En þú flokkar lagamenn undir helviti mikið. Þú flokkar bara fasteignasalar sem lagamann. Já, bara svona einn almenni borgari sem er launþegi einhver staðar. En það gerist alveg. Matt Damon byrjaði með stelpur sem var að vinna á bar og var afgræðan. Hvernig gekk það? Þau eru gift. En það var saman í 15 ára. Það er ótrúlega. Halle Berry, hver er maðurinn hennar? Er ekki, ég sá einhvern tíðan þáttum þau og þau virkuðu nú bara mjög normal einhvern veginn. Já, ég held að gerist alveg. Ég er ekkert alveg samanlaglega þarna. Hann dó með Bradley Cooper, Ronaldo og núna Kanye West. Já. Þetta er Mæli hafa þetta á rekordinu og gæla. Ef þú tekur jam með henni, svo sögur. Sko Bradley Cooper er alltaf ekkert eðlilega huggulegur. Ég er ekki að grínast, ég held ég myndi sofa hjá hann. Ég er gagginniður maður. Ég skal henda fram núna spádrengir. Þú sendur hún ekki message. Sendur hún message? Hvað, ég vil sofa hjá hann? Nei, ég er nokkið alveg þar. Ég er ágónu og töf börn, sko. Ég er bara, hvað heldur að Cooper myndi bara horfa á okkur sköllóttu mann frá Íslandi og segja bara, herru, já, hendur upp í næstu engaþótt. Já, hann er gagginniður líka, sko. Herru, það er ólíklegt, sko. Ég basically að segja, mér finnst hann ekkit eðlilega myndalegur og svo er hann sjálfmennandi og skemmtilegur. Mér finnst reynda Kanye West líka helviti sjálfmennandi gæi. Já, ég myndi. Er hann satt ekki tæpur? Jó, mér finnst það. Mér finnst það mjög sjálfmennandi. Ég get ekki verið í sambandi með Kanye West. Hann er tæpur. Hann er snillingur. Það fer ekki með mála, sko. En tæpur. Ég skal, sko, ef hún er búin að vera með Ronaldo og Cooper og núna Kanye, ég ætla að gefa þessu, þau verða hætt saman fyrir 1. nóvember. 1. nóvember. Myndu það. Þú líka giskar á allt, það er ekki skrítið 1 og 1 dætt inn hjá það. 1 og 1, það dættur allt. Hann er svo segur í þessu. Já, akkur Kim Kardashian það ekki byrjuð með ungum rappara heldur einhverjum 60 sjómannsmanni sem á enga penning. En er ekki með a rapping background, það er svo gæi. Hann sagði ungan rappara. Hann sagði ég er með rapping background. Og svo sagði hann að Kanye myndi byrja með ungu módeli, up and coming. Þetta er highest paid módel í heimi. Hún er ekki ung. Þetta er blöð. Þú ert að skýta, sko. Hún er 1986 árið í reyna. Já, veist það. Ég veist að hann sko, hún er sko módel, þá er hann að tala svona 22 ára bíu. Já, ég tippa þetta á yngri. Goddammit, maður, bear with me. Ég sagði hún verið yngri og módel. Er það merkilegt að giska á að Kanye West byrja með módeli þegar hann vinnur í tískubransanum? En hvernig finnst þið giskið að þau verið hætt saman 1. nóvember? Heldur í alveg að það er 5 tölur í lottónu á morgun? Það er ótrúlega segur í þessu. Já, ég er segur í þessu. Og þú varst að fara að gefa mér eitthvað. Nei, ég get það ekki. Fyrir 1. nóv. Þetta er endar eitthvað sem er búið að koma út allt. En mér finnst þetta samt alveg merkilegt að Jennifer Aniston og David Schwimmer viðurkenndu að þau voru alltaf hrifin af hvort öðru meðan þau voru að taka upp þættina og sögðust að þau höfðu sennilega að byrja saman að þau ekki alltaf verið á föstu. Reynda var Jennifer Aniston með Brad Pitt at the time, þannig að David Schwimmer átti lítinn sjens þar. En eftir að segja mér þessi 5% af þeir sem trúir þessu, af því að það var að koma út þáttur, þau eru á prósentum. Nei, þau eru að tala þetta í þættinu. Ég veit það. Þetta er geggjur. En voru þið mikið love on set? Nei, þú voru bara alltaf viðurkenndi bara að þau verið hrifin af hvort öðru. Sko, sem er leikar að tala þegar það er búið að slökka allir mækum og það komið 2-3 í það. What happens on the set stays on the set. Þetta er bara, það er an actor. Ekki shoot the messenger. Ég bara segja hvernig staðan er, leikari. Og hérna rosalega mikið leikurum sem leika saman sem bara hafa girt niður og hvernig annar og sem bara grjóthaldi kjafti. Ég er svona með að þú deila að segja að það hafi gerst. Brad Pitt náttúrulega hætti með Jennifer Aniston og byrjaði með Angelina Jolie þegar hann var leikaði með henni í bíómynd. Já, en ég get lofa eitthvað því þessi þáttu var að koma út og þeim vantar eitthvað publicity í kringum þetta. Þetta er hætta að stoppa allt slúður þetta. Þú veit að segja þetta. Heldur þú að Jennifer Aniston og Ross heldur að þau hafi verið bara in love í 20 ár og aldrei gert neitt í þau og ég er þetta bara. Nei, ég var að segja að þau hafi verið svona alltaf pínur hrifið af hvort öðru. Er það ekki? Já, saman í 10 ára. Ég heldur að fá okkur $100 million fyrir hann þátt, sko. Þau eru beðin að koma með sleggjur, maður. Come on. En var fekk Joey ekkert action, eða? Alltaf hvernabósinn svona í... Ekkert sem kom upp í þessum þætti, sko. Hann eldist illa greið með við hinna. Nei, ég kannski bara búin að sleppa lítið aðgerðum. Það var ekki Chandler sem var í mestu vesinni svona með...
Það var eins og að væri helviti kvast hjá okkar manni hérna David Swimmer, fannst mér sko. Það var viðkennast. Var hann tæpur það? Rossarinn eða? Já, mér finnst hann eins og hann væri aðeins Ég myndi alltaf hann hefði haldið mest haus af öllum hann. Já, ég sko. Ég ætti að sjá þetta en Hver var eðlilegastur að öllu þessu kráti horfður á þetta? Nei, ég var eftir að horfa á þetta. Ég bara sýstin og horfa á þetta og ég spurði hann á Twitter hvað hann sá þetta sko. Matthew Perry var náttúrulega pillufíkil sko. Það fór ég og við. Já, en snjóaði honum. Það komið að auglýsingum minna og svo höldum við áfram með þessa veislu. Þetta hlýtur að vera ennþá heitasta lagi á landinu Flýgu upp, það Aron Kahn maður, sonur okkar sem ég dýrka þetta lag maður. Okkar besti maður Það bara kampaðinn komið í ás. Það var að gefa okkur champagne. Já Við gleymdu einu í slúðurinn á hann. Nú hvað? Kava Club opnað í dag. Kava Club? Býttu nú við og heyrðu það hérna að vera að hella Kava Club? Það eitthvað svona flöskubólskoncept fyrir Steinþór, hann elskar það. Kava Club. Það ekki? Í Elliðaárdalnum. Veistu sjálfur? Það hella bara hérna í glösinni sem þetta fínt að vera aðeins að mýkja drengina því að við erum að fara í þekki eða ekki. Erum farið það núna? Það var að reyðjast þetta inn í stúdíóðu með Freyði mín. Það kvíðir alltaf að við förum í það. Takk hella. Kava Club. Takk Kava. Hvað það sé á Kava Club eða? Þú kannt alveg að skjáða kava, ég ekki að neina ákveður Ég er samt, ég veit ekki að ég veit það ekki, ég vona alltaf gaman að fá nýja staðið. Kava Club. Thank you. Takk fyrir það. En eru þið tilbúinir í þekkið ekki? Það ég komið champagne, ég aldrei betri sko. Mér líður sko bara flöskuból. Ég veit ekki Stendin að hlæja og benda. Það svona minn steindi þú á flöskubóli. Ég er ekki á flöskubóli. Það steindi svolítið því á flöskubóli. Þá situr hann grenjar og hlátur og bendir. Já, og bendir bara eitthvað. Bendir bara á vegg og hlæg. Hell of a time. Það svona mús sem hann með, það á flöskubóli. Ég var vel fótlótið þegar þú hendir þeirri mynd í partiskelsvídeóið. Hvað ætli sé langt í að við sitjum á flöskubóli aftur? Það alltaf komið svona 2 ár síðan. Við getum talað að júli þá allt farið. Ég að penna þetta. Eru hvor eitthvað vill fara fram undan? Ég var til að fara fram á núna. Ég alltaf að byrja. Ég að byrja alltaf. Farðu fram. Gangi ég vel. Það er rosalega pressa. Ok, hann skotin. Herðu, ég er með allt niður mér. Okkur? Ég á eftir að setja lægið á hérna undir og það náttúrulega Jón Jónsson og GTRN sem þarf að vera hérna undir. Steindi, þú mátt ekki vera hérna inni. Þú þekkir reglur. Hann sníklast eitthvað mig. Já, ég veit ekki hvað það er. Það tölvuna við það. Þá Steindi farinn fram og ég ætla að setja lægið hérna undir. Maður kemur hérna. Eitthvað þessu rugli. Þetta svona eini danskuleginn sem ég fæði svona eitthvað svona merki kviðin svona fyrir. Já, hann sann. Kannski svo þið fyrir spurningakeppnina, það er ekki svipað. Já, pínu, en sko liðurinn mjög góður í dag. Þú veist sjálf frá, það eru góða spurningar. Ertu tilbúin? Nei, en bara gerum besta. Hversu gott lag þetta John Johnson og GTRN? Bara frábært. Það ekki? Frábært John. Ég veit að John hlustur alltaf, hann hleypur okkur 350 km í viku og setur okkur á alltaf þegar hann er að laupa. Hann er okkar maður. Hann heyrir þetta á morgun eða mánudaginn. Snillingur, ertu tilbúin? Yes. Hversu frægur ertu á skalanum 1 upp í 10? Það er ógeðsleg spurning. Frægur ertu á skalanum 1 til 10? Bara að tala á Íslands. Já, worldwide. Bara Ísland. World with the miður, það var það staðan. Worldwide ertu 0. Þú sagði skala 1 til 10, er ég fyrir neðan 1 á það? Setti skala 1 til 10. Það er rosalega, setið mig á 0 þar sko. Hvað segir á Íslandi? Sko, á Ísland, ég veit ekki, 350 træður. Ég myndi segja raunæft kannski 7,1, 7,2. Ég held að myndir að setja að herra þarna. Reyndara sem heldum við sko, ég hefði sagt sko Mössulbói er svolítið að keyra leikskólan á grunnskólan í gang. Annars hefði ég líklega hendat í 6,6, 6,7. Það heldur mig svolítið. 7,2, ok. Hvað kveikir í konuðinni? Þú er góður. Þú er ekki dóttur með verri spurningar en þessa, held ég. Blöður að toppa sér í þetta. Ha? Ekki hvað kveikir í mér? Nei. Ég myndi ég hlakka til þegar Steindi giskar á þitt svar og þegar þú ert að giska á Steindi. Líklega sem hvað ég er handlægin og duglegur heima fyrir. Það er sem kveikir í henni. Þú segja það. Hvað ert handlægin? Á duglegur heima fyrir. Ok. Veistu ákveður þessi spurning kom inn? Nei. Af því að ég var að sippa í gær í sólinni. Það er rosalega lúkt þér ofan það. Já. Kom kósveitur inn og Rakel með Lilla í fanginu og ég spurði kveikir þetta í þér og hún sagði nei, 0. Ég bara, já, ok.
Já, fyrirfram ef ég tippa sko, ég kveikti mér að hugsa þið sippandana bera ofan. Nei, þú sagði, veistu hvað ég gerir með þér? Ég bara, nei, það er þú gerir eitthvað eða heima höður. Það var sem ég var að segja. Ég veit það, þannig að þetta er Hvað var ég að segja? Handlægin og duglegur heima fyrir. Já, enda er ég búin að vera miljón síðan. Ég veit bara að ég vil vera lökki heima og bara hengið upp einhverja mynd eða skipta peru eða eitthvað. Það er bara staðan. Ég held ég myndi að hafa meira aksjón eftir ég byrja að grilla á fullu. Það er ekki að gerast. Næsta spurning. Fallegasta kona heims fyrir utan maka. Og ekki segja mamma en eitthvað. Það er versta svar sem ég heyri þessu sko. Ekki mamma eða dóttir mín? Nei, ekkert eitthvað sem er tengt. Nei, ég er að hugsa það. Og dóttin er ekki kona, hún er 7 ára. Ok. Wow, nokkar sem poppa upp. Nei, ég byrja að drekka þetta champagne bara. Já, þetta er heldur gott champagne. Sko. Það er lægið, maður. Já, setur ekki bara á repeat? Jó, það er alltaf að loop. Er það búið? Eru búin að 3 myndir í þessu? Já, þú ert að fara að drífa þess. Ég segi Margot Robbie. Margot Robbie, sem var í Wolf of Wall Street og fleiri myndum. Mjög huguleg. Já, hann var líka bara geggjuleikon. Ég fíla henni tællur. Rétt. Þá er það síðasta. Hvað gefur þú sjálfur í engun í beddan? Úff, djöfullega blöð erfiður í dag maður. Wow. Hugsaður bara að það er morgun. Nú ætlum ég að vera erfiður. Ég ætla erfiður í dag. Ég segi stundum að ætti að vera kamerur inni. Svipurinn að þér, hann var eins og rím og er verða sko. Guð minn góð, hvað gefur þú sjálfur í beddan? Já. Þú verður að gefa þér einhvern og verður heimskilin, við ljúum ekki á hlustundum. Já, ég meina auðvitað veldur þetta á stemningu og mótspilarunum og ýmsu. Já. Og það er náttúrulega dagsform í þess eins og öll öðru. Já, dagsform þú veist, það skiptur rosalega máli. Ok, ég er að tala um þess að dagsform upp á 10 hér. Það er upp á 10? Já, bara þú ert upp á eitt bestan. Allt búið að taka pre-workout og allir eru feskir og... Já. Og engin krakki að gráta eða neitt. 7-7. 7-7, ok. Herru, hættu stendi inn og fara út. Já, tjóðlega kánar að búið maður, wow. Ég ætla ekki að champagne með. Já, bankaðin, býtu, er hann ekki? Jú, hann stendur hann. Hann stendur hann eins og hann sé að býja til strætó, sér hann. Steindi, gott inn. Ná er þeir að skipta, hlustum hérna að sáðu það með hann. Það er ekki leið á þessu lagi. Herru, hann Egil sagði við mig á leiðinni hérna í mættunum í hörðinni að þetta væri viðbjóður í dag. Já, það eru 2 þarna sem hún fannst allavega mjög erfiðar. Ert þú tilbúin? Ég er klár. Fyrsta spurning, hversu frægur ertu á skalanum 1 upp í 10 á Íslandi? 1 upp í 10? Já. Ég myndi alltaf að ég væri 10. Setur 10 á sjálfæðin? Já. Nei, ég meina þú veist það hart. Já, sko. Það vantar ekki sjálfstyrst á gamla maður. Nei, ég meina svona, þú veist, það vita krakkar hver ég er. Já. Þú segir bara að þú ert ekki að afsaka þetta. Þú segir 10. Já, ég segir 10. Hvað kveikir í konuðinni? Það Yfirvaraskegg. Yfirvaraskegg. Ég er ekki að djóka. Akkur er þetta ekki með yfirvaraskegg núna? Ég er oft með yfirvaraskegg. Já, þú varst með það daginn þegar þú segir það, en akkur er þetta ekki með núna? Sko, stundum þarf ég að safna skegg. Mér finnst ekki þægild að vera með skegg, sko. Ekki mikið skegg. Þannig að ég reynir svona að raka með en þegar ég þarf að safna skegg í smástund þá biður hún að hafa það lengur. Ok, þetta er geggja svar. Sko, yfirvaraskegg. Já, sko, ég er ekki að djóka. Bara henni finnst yfirvaraskegg bara mjög sexy, sko. Já, ég meina Tom Selleck. Já, ég bara og hann að stundum safna ég í góða mótu og gerir gömlu brjála sko. Það er bara þannig, þá veit ég það þegar þú ert bara með stassið þá veit ég ákvörð út með það. Nei, það er ekki bara. Nei, þetta gengur ekki. Jú. Nei, jú, þú skýtur ekki þetta. Næstur í síðan með stass. Já, þá veit ég úrst að reyna að gera gömlu. Nei, af því að stundum vil ég bara vera með stass. Ég fíla yfirvaraskegg. Ég er mikill yfirvaraskeggs maður. Ég fíla mjög yfirvaraskegg. Akkurat, herruðu, þriðja spurning. Fallegasta kona heims fyrir utan maka? Þessi er erfið og hættuleg. Svolítið. Sko, hún er ekkert hættuleg og segðu eitthvað sem er ellend. Já, ég gerir það. Sko, það sem kom fyrst í hugana mér var Natalie Portman. Natalie Portman? Já, ég held það. Já, það er svona fyrsta sem kom. Þú veist, maður getur verið að velta steinu svolítið lengi með þetta. Ég segi bara Natalie Portman. Fyrsta sem kom í hugan? Já. Síðasta, hvað gefur þér í engun í beddanum? Hvað, þetta er náttúrulega, hvað sagði Egil þarna? Hann er ekki búinn að segja náttúrulega mig. Og ég fæ eitthvað viðbjóð þarna. Nei, okkur. Erstu slappur eða?
Slappur? Nei, þú veist, hann mun taka, hvað gef ég sjálfur mig? Það er ekki hægt, hvað gefur þú sjálfur þér? Ég veit ekki. Nei, hvernig á maður að geta svarað þessu? Ja, sem betur fyrir þar ég ekki svara, þú ert að svara. Þetta er náttúrulega dagsform. Já, þetta er dagsform. Svona, en hvað heldur þú sérst? Nei, þú veist, hvað heldur að konaði myndi segja við vinkonu sínur? Þú veist, þetta er ógeðslega óþægilegt sko. En málega, þetta er samt dagsform. Ég get lofa þér að kona mér getur örugglega sagt að ég hef einhvern tíma verið 10 og einhvern tíma verið ás. Já, en hvað ertu svona meðaltalið þá? Þá myndi ég 5? Þú veist, ég bara 5, er það ekki svolítið? Já, því þú sagðir ás og 10. Já, mér finnst 5 að vera samt svolítið, er það ekki svolítið lélegt að segja 5? Jó, ég myndi halda það. Já, ég ætla að segja en bara... En ekki vera að segja eitthvað sem að til þess að gangi augun á fólki sem er að hlusta, sko. Segðu eitthvað það sem þú heldur og sérst. Hvað heldur ég sé að fara að gangi augun á hlustundum með að segja hvað ég er góður í rúminu? Já, þið varst að segja, finn maður hljóma svo illa. Já, nei, þú veist 6, kannski 7. 7, hvað segir þú? Á góðum degi 7-5. Á slæmum degi. Er það svar? Ég ætla að segja 6-5. 6-5, ok. Hvað er Egill? Voðalega, mér finnst það nú ekki verið að há einhvern samt. Nei, opnaði hann heyri. Það er svo spurning, kæru hlustendur, hvað gefið þið sjálfum ykkur í einhverjum? Og það er bóttið einhverju saman að hlusta. Þetta var alveg viðbjóður. Og þið getið rættað ykkar á milli. Já, bara erfiður þetta að blöða þannig að vaknaði. Þetta er ekki viðbjóður líka? Já, mér finnst líka bara erfitt en að sko, mér finnst allt þetta sem tengir svefnherbygginu vera algjör viðbjóður. Já, það vinnum mikið með það núna. Já, mér finnst það helviti skemmtilegt. En út af bara að segja það við hann, finnst það viðbjóður, þá út af að vita því. Að sleppa því? Já, segðu frekar þetta skemmtilegt. Nei, ég er ekki eins og þú, þetta er ekki olí á eldin hjá mér sko. Nei, ég basically, og ég meina, ég spyr ykkur eitthvað sem að mér langar að vita. Fyrsta spurning var, og ég spyr þig Egill, hversu frægur telur Steindi sig vera á Íslandi 1-10? Ég myndi halda að Steindi telli sig vera 10. Og það er rétt út með stig. Er það ekki? Sko, það er ekki oft sem að fara stig í þessu. Sko, ég er ekkert aðeins lélegur í þessu. Ég er komin punkt. Já, þú er komin yfir. Nei, þú var hver er fræðir Steindi. Þú veist, það er leikari og fjárfestir og það er ekkert. Ég get ekki talað um neitt. Já, sko, ef þú spyr gamla konu, veist þú hver Gilsarinn og Öddi Blöð, hefur þú heyrst þá? Hún myndur örugglega segja já. Og líka örugglega einhver bekkjarsystir dóttuð. Ég spyr þig, hvað sagði Egill Amari? Ég ætla að segja að hann verið 10 líka. Hann sagði 7,2, þannig að þú var ekki stig. 7, Egill, varst að reyna að vera eitthvað. Nei, ég er bara hreinskilinn, ég menna. Þetta er ekki hreinskilinn. Ég er ekki, ekki Steindi junior, sko. Þú sagði mér að þú hefði lappað með dóttuðinni að sækja hann í skólan og krakkarnir í bekknum að vissu nákvæmlega. Það er bara þegar þú hlusta á lögin, sko. Ég spyr þig núna, Steindi, byrja þér, hvað kveikir í konun hans, Egills, að hans mati? Hvað heldur hann? Hvað kveikir í konunni hans mati? Já. Jesus Christ maður, ég ætla að segja bara að sé stæltur líka mig. Nei, hann var handlægin og duglegur heima fyrir, hann var ekki stig hérna. Það er gott svar. Egill, þetta er basically sama svar og ég hef komið. Egill, hvað heldur Steindi að kveiki konun hans? Ég var að hugsa þess að ég var framme með maður champagne. Sko, ég held að það sé þegar að segur hún lappar upp stigan upp tröppunar og fer upp í hóluna og sér Steinþór með headphone-in vel sveittan, búin að sitja hann kannski 4-5 tíma, búin að reka vel við og svona, þú veist og bara búin að vera hann einn að lana með landakoss og félögum. Ég held að gera hana vel horni. Svaraði að reyndi. Óibarasta. Það gerir það bara. Það gerir ekki fyrir hann að sjá mig ef ég væri búin að vera að reka við í 4 klukkutíma. Nei, bara gaming Steindi. Nei, henni finnst hljóðin í leikjum leiðileg. Ok, það sem að hann sagði var yfirvaraskegg. Hann kveikið vist í henni. Það er svona einhvern eftir þjóðveri í henni. Já, allir ekki. Fylgur hún yfirvaraskegg? Það ástofnum alltaf með yfirvaraskegg. Nei, ég er ekkert alltaf sama auðvitað. Ég er ekkert alltaf með yfirvaraskegg. Nú, þetta meikar sens núna. Ég skildi ekkert okkur á að metta skegg um daginn, nú veit ég. En það er ég ekki yfir það? Jú, þú ert ennþá 1-0 yfir. Er ég á reyni fyrstu kæfti? Ég spyr þig, fallegasta kona heims fyrir utan maka hjá Steinda, hvað sagði hann?
Rihanna. Nei, hann sagði Natalie Portman. Ansko Steindi, hvað sagði? Þetta er mjög gott svar. Hvað sagði Egill? Egill sko. Þú veist, það eru eiginlega Pamela Anderson eða eitthvað. Hún er mjög huguleg, sammála því. Já, það var Margot Robbie sem var mjög Ég veit ekki eins og hvað það er. Jú, Margot Robbie. Margot Robbie, leikona bara, ég minnst alltaf leikona heims í Ég er bara að sverða, ég veit ekki hvað það er. Wolf of Wall Street til dæmis. Já. Margot, já, ok, mjög huguleg. Herru, síðasta Kannast spurning. ekki við nafni. Egill, Já. hvað gefur Steindi sjálfum sér í einhvern í betan? Sko, ef ég næ punkt núna Varstu búin að vinna? Fór ég Victorious eða ekki? Í fyrsta sinn. Já, vandaði þó. Já, ég er að vanda mig, Stenþór. Ég er að hugsa hvað þú myndir segja. Já, ertu að koma þér inn í hans huga núna? Já. Þú ætlar ekki eitthvað að reyna að vera þöðan í? Nei, þú veist bara. Það snýst að komast inn í hugan. Hvað heldur hann að sagt? Hvað gefur Steindi sér í betan? Sko, hann hefur aldrei gefið sér einhverja lága tölu. Ekki mjög lága, alls ekki. Það, veist, það er mjög graður. Sleftu þessu alltaf. Hvað er þetta? Ég er að hugsa upp átt, Stenþór. Já, ekki hugsa allt upp átt. Hafðu bara sumt fyrir sjálfa. Við þurfum svar samt, sko. Nei, sko 8-5 6-5. Hæ? Já. Hlutu það erfið við sjálfa þig 6-5 Já, það er yfirvarskjæg, sko Já, þegar mottan er og ég er í S-inu mínu þá náttúrulega fer talan herri en auðvitað baðum meðaltal við höfum 2 krakka góðan degi, Stenþór nýja og góðan degi, ekki? Hvað það? Hefur þið verið? Já, ég sé það með headphone Steindi, við skuldum auðvitað hvað gaf Egill sjálfum sér. Ég ætla að segja hann hafi verið nokkur hlutræður og hafi hent á sig slengt á sig góðri 7 7,7, ég hefði gefið þér rétt fyrir 7,5 en það var ekki rétt. Egill, þú vannst í fyrsta sinn. Vannst í fyrsta skipti? Það grínast. Það er bara hannig og þetta var þekkið það ekki hér eftir smá stundir klefi og það er að láta skella á sig. Það held ég að þeirra hlusta hérna á FM 95 blöð á FM 957, við erum ekki í beinni núna því að við erum góðin í klefan góða. En erum að fara í dagskrálið sem við erum svona að reyna að hætta með Steindi. Já, þú veist ekki að viðurkennast. Hann tóðar alltaf í mann. Já, það er aðalega, ég fekk svo mikið af þessu sent á Instagram síðasta föstudag þegar ég var að spyrja hvað ættum að gera í klefunum. Og það, fólk vil, ég held að sé meira yngri kynslóðin en þau vilja að við látum skella á okkur. Já. Keppni sem sagt. Keppni, það er alltaf gaman að keppa í klefunum. Já. Og nú erum við að fara í keppni. Sko, það er engar reglur í þessu. Nei. Já, þú veist, það má ekki vera ógeð en það má nú vera svona. Mátt alveg vera með svona ganni dónaskapi út í það farið. Það mátt ekki vera ógeðslegur. Nei, má vera með barnalegan húmór. Já. Og við eigum að reyna að láta skella á okkur á mettíma. Rétt, viltu byrja eða vera, sko? Ég vil byrja. Ég ætla að klára þetta. Það er eiginlega betra að byrja. Já, eða sko. Já, í þessu tilfelli, ég held að. Og hérna, ég er búin að ákveða í hvernig ég ætla að ringja. Ok. Meindýraeyði. Meindýraeyðir? Já. Þannig ég finna eitthvað hérna. Já. Ertu tilbúin? Ég er klár. Ég er tilbúin með klukkuna. Ég er með það barnalegt stöf í dag. Ég trúi ekki öðru en ég læti skella mig á svona 7 sekundum. Lagt til að vera. Já, góðan daginn. Er þetta ekki Meindýraeyðir? Jú, það stemmir. Það stemmir. Heyrðu, ég var að velta því fyrir mér. Ég er búin að vera að hugsa þetta í morgun. Já. Hefur þú einhvern tímann hérna fest tilhanaður í stökkmús? Hæ? Nei. Akkur varstu bara ekki hvort ég hafi lent í frekar en einhver annar? Nei, já, bara að velta því fyrir mér að þú voru Meindýraeyðir hvort og hafið einhvern tímann fest tilhanaður inn í starra eða skiparóttu. Já. Hefur það gert það? Nei, það er ekki svoleiðis. Ok. Spes. Já. Segði það. Það er alveg eftir. Já. Það er bara hannig. Get ég eitthvað gert fyrir þig? Nei, ég er bara að velta þessu fyrir mér. Já, það er bara gott sér. Já. Já. Já, tekið því. Ok. Já. Það bless. Hvað sagður? Skjöfull er þetta vokk. Ég er döð vorkinar. 1:17. Ég vil þetta ekki. Akkur eru það í þessu? Ég var svo orðlaus maður. Ég veit ekkert hvað ég var. Sko, mér leiði illa oftast. Hvernig á ég að bæta við? Já, ég get ekkert bætt minni við. Oftast get ég leiðið að þér þegar þú veit í þessu. Mér leiði illa allan tíma. Þannig ég get rétt ímyndað með hvernig þér leið. Já, við getum ekki spilað þetta. Jú, það verður að spila. Þetta er bara keppni, 1:17. Settu tímaðinn í gang. Þetta var viðbjóður. Já. Mér leiði ekki vel í þessu síndali. Nei, það leiði engum vel. Ekki eins og að hlusta á þetta, sko.
Ég get alveg lofa þér. Ég vildi ekki vera dónalegur við hann var eitthvað svo almennilegur og hann var að reyna að gera gott úr þessu. Ekki vera dónalegur, tippaður í mús og eitthvað. Nei, þú veist, ég vildi ekki fara að vera síðan að æsa mig. Já, ég vildi ekki æsa mig við hann, skilur við, og láta hann skella á mig svona, þú veist, Er klukkan klár? Ég klúra þessu. Nei, 1:17, það ekki hræðilegu tími. Já, klukkan klár. Ok. Nesbar, góðan dag. Já, góðan daginn, herri, ég ætla að senda þið blóm. Já. Já, ég er að senda fyrirhandi konur minni hérna smá blómvönd. Getur þú gert mig greið að tekið svona sellafón, skitið í hann, pakka hann saman og senda hann með í Fjarðabyggð? Hvað sagðirðu? Getur þú tekið svona sellafón, skitið í hann, pakka hann saman og senda hann fyrir mig á fyrirhandi? Hún í Hlíðagötunni. Heyrðu, halló. Já. Hver ert þú? Bjarni heiti ég og þú mátt senda kveðja Bjarni með þessu. Ég get ekki gert þetta. Jú, gera það fyrir mig. Skipti sellafón og senda hann óþólandi. Hún áða skili. Ég bara get ekki gert þetta. Ég sendi blóm en ég get ekki gert þetta. Getur þú fengið einhvern annan í búðin til að skipti sellafón og sendinni? Nei. Nei. Já. Þú verður bara að leita eitthvað annað. Já, ég var að gera það. Hvað sagði þau þetta? Bjarni? Já, Bjarni kokkur. Bjarni kokkur. Já, ég hef oft veslað þarna. Nei, ég hef ekki djókað neitt. En lélið þjónustið okkar fyrst, ég get ekki gert þetta fyrir mann. Já, Þú veist ekki hvernig hann er búin að hafa sér. Æ, bara sorry. Nei, ok. Bye. Hvað var tíminn? Heyrðu? Já. Hann munnaði 3 sekúndum. 1:14? Já. Yes! Ekkert yes, þetta var Bittu, leið mér að segja We have a winner. Já, leið mér samt að segja Leið mér að segja samt eitt Það var ekkert skellt á okkur. Jú. Við kvöddum bara báðir. Er það málið? Er það málið? Hún bara, já. Ok, ég let kveðja hann undan þá. Ég er ekki að fara að hringja annars Þetta var láta kveðja sig í dag en ekki láta skella sig greinlega. Það þarf að fara betur yfir reglur. Það á að láta skella sig, það er alveg rétt fyrir þessu. Já, þetta var svona loðið í dag. Já, en það var samt bara eitt sigur. Þetta er enn eitt sigurinn í þessu lífi og ég kann að meta hann. Herru, talandi Keiluhöllina þá er Hreimur. Hann er að skemmta þér í kvöld. Já. Og ég veit alltaf til að kíkja á hann. Er hann í Keiluhöllina? Hreimur, já. Hann er að fara að frumflytja þjóðatélagið. Já, og það er að fara að taka bara svona alveg stemming. Og talandi slipilagið, þá er ég að fara að mála, drengir. Ég þarf að heyri einhverju þar. Já. Við getum að tala. På plugga að sponsa? Já, nei, bara þeir eru að styrk. Þeir eru okkar menn. Já. Við erum að græja eitthvað fyrir mig. Viltu fría málingu? Nei, ég fikk eitthvað flýja málingu. Og svo er Túborg, þeir eru að ég er náttúrulega að sponsa þjóðatíð. Talandi þjóðatíð, ætla menn ekkert að bara heyri í okkur? Já, við erum ekki bókar en þá. Hvað ætlar að vera eitthvað skýta lögð á skvöldu? Það er ég mjög peppaður í þjóðatíð, það verður geggjuð. Það eru hleranir. Já, og ég held að fólk hafi bara hver að vera síðan að tryggja sig í Herjólf og eitthvað. Ég las einhverstað að vera uppselt og allt. Já, veist, alltaf búið að svelta fólk af entertainment í 16 mánuði, þannig að segja sjálft að það verður stappað þarna. Kannski fyrsta skipti uppselt á þjóðatíð, það var alltaf rosalega, það myndi einhvern veginn, það aldrei verið officially uppselt, þeir selja bara með það til þess, ég er en tróða fullan. Já, ég held að verið sturlu stemming. En veitir hvað er að gerast eftir 50 mínútur? Þá eru klukkan 6. Já, en veistu hvað er að gerast þá? Hvað? Rúrik er að fara að byrja að dansa sinn fyrsta dans í úrslita þættun. Já, herðu, hann er í finals í kvöld, maður. Þú ætlar að vera með eitthvað Rúriks hot. Akkur er þetta ekki bara live, þú veist, okkur íslenska sjónastöðu bara og fólki er að stiðja okkar mann. Hvað tekur hann marga að dansa í úrslita þetta? Ég held að það séu 3 ef þetta er eins og Íslandi, ekki? 2 eða 3? Þetta eru 3 dansar, total, en inn í þessum 3 dönsum, allan í einum að þeim, eru 3 dansar, þannig eru 7 total á einu kvöldi. Hann er að fara all in að það, maður. Já, sé ekki vel að ótöð menn að ná okkar alltaf, ekkert eðla góri fótbolta og huggul og síðan eitthvað besti dansar í heimi, sko. Já, hvernig fá einhvern veginn bara allan pakkan sem er svolítið ósanginn. Hann fekk stóra pakkan, sko. Já, ég var ekkert spes í fótbolta, ég er sköllóttur og ég kann ekki að dansa. Já, ég var eitthvað ágættur í fótbolta. Hefur séð þetta Jackson, það? Já, þú get ekki dansa, já. Andlit Jackson. Andlitið á Íslandi. Andlit Michael Jackson. Takk fyrir Peppi, ég þarf smá Peppa þessa dagana. Það er bara stríðsástand heima. Rúrik og ekkert bad, sko, hann er ekki að skipta á kúkablei, hann er bara að dansa, hann er ekki hell of a time, sko. Ok, reyndar er ég heppin með konu, en þetta ég er ekki að grínast. Ég veit ekki hvort maður að segja, það var vanhugsað alveg að fara í 2 svona snemma. Það var svo sem ekkert planað hjá okkur. Nei, þú sprautaði þér inn. Ég ger ekki annað en að skipta á bleið. Það er bara eitthvað alveg að fara í byrti annar bak, sko. Ég er alveg, og Rakel, hún kom með svo geggjaða línunda en þá bara stóð við heima. Þau voru báður öskanandi og grænjandi. Ég var að skipta á öðru þeirra
og hún að býða hins og geti skipt á hinum og Rakel sagði mér bara herru, við erum vel under siege núna sko, sem bara geggjur lína og þetta bara eins og að vera í stríð. Já, allar í þína síðustu klippingu eða? Nei, við erum að spara að taka 2 viðbót. Já, ég sveimi þá mín síðasta klipping gæti dottið inn. En ertu ekki trættu við klippinguna? Þú veist, af því að ég ætla ekki að ljúga. Ég hef alveg svona íhuga klippingu. Ég er ekki að fara að eignast eitthvað. Mér langar ekki að eiga mitt eigið handboltalið bara heima hjá mér, sko. Þannig að hérna ég er alveg pínur hættu við það, jú. Alveg hreinskilin. Þú getur sett það aftur í samband. Já, ég er ekki að spá í það mér. Bara ekki á skæri hann inn. Já, þetta er eitthvað svæði sem á bara ekki að vera fikt í fyrst. Ekki nema konaðinn, sko. Þú varst hrættastur þú sagði mér þetta daginn. Þú varst svo hrættur á myndir einhvern veginn breytast, karakterinn myndir breytast eins og bara á okkur hundi eða ketti. Já, aðalega með hunda, sko. Ef það er búið að gelda hund, þetta er pínu svona eins og sér mun á ljóni in the wild og svo þú sér ljóni í dýragarði. Það er helviti mikill munur. Ljóni í dýragarðinu er búið að gefast upp í lífinu. Það er búið að gelda það. Það má ekki gelda blöðarann, það er bara að segja sjálf. Ég er ekkert að tala um að ég sé Þú ert ekkert in the wild. Þú ert ekkert að lappin á B5 eða Solon í dag hérna. Nei. Blöðara lion. Það er ekki að gelda blöðarann. Reyndar er blöð. Ég er langt frá að vera lion. Þú ert Ég kallaði mig sköllótt að rottu sko. Þú ert sendið með myndudaginn á Instagram. Hérna á WhatsApp og ekki Instagram. Ég gæti ekki hann að hleyða. Sköllótt rotta, vissu það eru til. Sköllótt rotta. Það er ógæslegt. En er það ekki bara liðblaka? Ég veit vonaði að Rúrik klára þetta fyrir Ísland. En sko hann tók enga sénsa í síðasta þætti. Þú komst inn á þetta hjá okkur síðasta föstudag. Það menn voru aðeins konur í bjórinn. Hvað gerir hann til að tryggja sig í úrslit? Rífur svo úr og ofan í miðjum dans. Tók enga séns sko. Hann beið að sniðut hjá hann að planta því og koma sér í úrslitin. En nú er hann búið með það tromp. Nú er hann komin í final. Hann þarf að fara úr neðan í kvöld. Já sko, þegar hann fór úr á neðan hérna í partíinu sem þú varst með honum í, þá var hann náttúrulega í mjög svona. Það var í Versace. Það sendi mér líka skilabúðum daginn og ég panta fyrir þig og sendi svona mynd af svona Versace og ég sagði já takk. Hvað gerðist það? Þú varst að byrja, náði að spyrja því síðan, varst að pissa fyrir framan? Það sagði bara ekkert í boxer, ég bara jú, veist, ég varst að pissa fyrir framan Rúrik? Ég er ekki allir í boxer og hann bara grenja á hlátri, bara eins og ég var eitthvað að mér. Voru það pissi kross? Nei, voru bara á klostinu á Kolbarnum, með ekki að taka línur sko, maður spjalla og drakka bjór. Já, hann tveir saman kallmennin á klosti. Sko, mig grunaði ekki að þið voru að taka ég og þú sagði að við vorum alls ekki að taka ég og nú grunaði mig mjög mikið að þið voru að taka ég og þetta er svona pínu svo gaurin pínu svo gaurin á króknum sem það er eitt sem vistir, það var ekki ég það var hann sko, þú ætti aldrei að taka þetta ég voru bara eitthvað að míga og hann sá boxer og sé allir fann að grenju hlátir og hvað, hann sagði bara boxer, hvað er 99 það er bara, ég held allir var í boxer sko ég er í boxer en fólk er, nei, þá myndi að grenju hlátir er þetta hérna, flokkast þetta sem boxer sem ég já, ef ég voru ekki verið núna, hann myndi tárast á hlátri ok, þetta er samt alveg þröngar já, en hann veit Versace sem er svona þvengur getur maður ekki fengið eitthvað pungsi ef maður er hangandi í boxer allan daginn? Nei, það er ég En við ætlum að fara í spurningkeppni Við skulum aðeins býða með spurningkeppnina Tökum hann í næst einkomi Því að það er komið að Við ætlum að spila lag hérna Því að lagið er drullu gott Það er strákur sem aðeins samband við okkur Kallar sig Hugo Sko það er drengur sem heitir Hugo Sem er búin að senda okkur sko ítrekað Skilaboð að hann sé að gera eitthvað lag Hann senda okkur lagið Það var að þetta reyndar á Spotify líka Bara í gærkvöldi eða eitthvað Og við ætlum að spila þetta fyrir hann Þetta er geggja lag Þetta er drullu flott og það heitir Hvíl í friði Þannig að við hvetjum bara allir til að kíkja á Spotify og tekka á þessu lagi En við ætlum að spila það hér Með Hugo Þetta er Hugo Talandi nærbuxus, Hugo er gott nafn Þetta er gott rappnafn Hugo, ef hann verður maðurinn þá er hann Hugo Boss Þetta er Hugo, Hvíl í friði Hugo, við loðum þér þessu Hérna er þetta Herru þetta var bara alvöru hittari Hugo, hvíl í friði Vel gert Hugo Þetta er okkar maður, hann er búin að vera að senda á okkur Hann tók svolítið blöð á þetta Ég sóttum í 70 mínútum Ég sóttum í svona 6.000 Já, 6 7, 8, 9 mánuði Þú pestaðir Simma Já, og hann að mér stæði líka bara drullu flott lag hjá hann Hvíl í friði Já, við höldum eins og við sagðum komið inn á Spotify En það er komið að spurningakeppni Gilsons Hver er svona King of Bjartsýni Já, Bjartar yfir Stóni eða Sko, ef við erum alveg hreinskilnir Steinþór þá er ég nú svona bjartsýnn en þú eðlisfari Þú ert eitt sá svartsýnastið sem ég kynst Já, ég tekum það Hann heldur alltaf að það bara regna Já, ég myndi halda það, ef þetta er venjuleg keppni Já, þetta er venjuleg keppni En ég get náttúrulega ekki keppt við einhverja stöðumælaverðu og eitthvað svona kjaftaði sko. Ég get sagt að það er ekki stöðumælaverðu Þú ert búin að þroskast upp á því eftir að Ívar Guðmunds eftir að ég fekk lestur frá Ívari Það er reyna að hafa þetta svona
Fjölbreyttara. Herru, það ógeðslega fyndið. Það var ykkur þáttur að trenda hjá okkur á Vísi daginn frá sem sagt, það var 2. desember 2011. Fólk alltaf að bingja gamlu þættina. Já, og þetta var bara eldgammal þáttur, bara 10 ára gammal þáttur og ég var að hlusta bara okkur þetta allt inn og komið inn á top 10 á Vísi og var að hlusta hann í fyrstu innkomu talaði þú ekki mannaði en hvað þú hefði verið stressað þú varst í viðtali hjá Ívari Guðmunds morgunin því hann væri such a hell of a man og var ekki að rúta sem bara hárrétt 10 ári setna, það eru ennþá að peppa okkar mann en það er hann eitt svo jákvæðast og skemmtilegast sem við kemst. Þá voru hann í skaftaliðinni niður grafnir í stúdíó. Þá sáum við ekki rigninguna sem er úti núna, sjáu þið útsinni. Það var alveg trafík og rigning. Það var alveg rungkóla þarna í skaftaliðinni. Sko málega er svo núna er ég komið nú erum útsinni, það vantar bara útsinni á skrifstofunni Sporthúsinu, ef Þröstur er að hlusta eigandi, ef hann getur greiða fyrir mig skrifstofu með útsinni eða bara glugga þá er ég komið glugga hér og glugga þar, það er veistla. Ákveð ætti hann að græja glugga fyrir þig á skrifstofunni í stæðan fyrir að kaupa sér ennett sleðan eða eitthvað nýjan bíl eins og hann gerir reglulega. Það er alveg kongur sko. Drengir, ég sé hérna í gegnum glerið hérna, við sjáum farum að ganga Áslaug Arna Lósmálaráðherra, hún er mætt. Já, bara detta þetta inn, þannig að við skulum fara í spurningkeppnina hérna. Við bara hendum okkur í þetta. Ertu bjartsýnn að þú munir skella þér til AC aftur? Já, ég veit ekki hvort það flokkist sem bjartsýn. Steindi á nokkur mánuðum var hart nei sko, hann er komin í já nú sko. Það búið að svelta hann það mikið í COVID. Við sögðum fyrir COVID við myndum aldrei fara aftur. Það sagði já, Steindi kom með punkt sko. En ég ætla bara að minna á það að þú veist, AC aftur. Já, hún tekur svo mikið að þeirra, meira þess að þú ert búin að vera þar og tapa öllum gjaldirinnum og öllu sem ætlar að eyða þarna og meira til. Þá er líka verið að reyna að strauja kortið eftir að þú ert komin heim, ég er að skipta kort tvisvar, Riksuga sem ég kefti mér í Walmart, hún var ónýtt, þeir náðir marga mánuði eftir á líka. Það er rosalegt. Ég meina ef að Steindra liðin ángað þá er nokkuð ljóst að ég sé að fara ángað líka. Við förum alltaf þannig að við, veist, ég nennir einhver dedicated fan að finna þáttina sem mennir sögðu aldrei aftur. Það var fyrir COVID. Hugi Haldarsson var að senda okkur í AC-grúppuna. Já, Rúl er að spila þetta í mass. Já, Rúl og Lil Kim og Fettjó með honum. Nú er með crazy idea. Þessi hópur er bara spilafíklar og þeir geta gamla hvað sem er. Þau eru bara casino. Og það eru fleiri casino í heiminum enn í AC. Nú er ég með klikkað hugmynd. Hafið þið heyrt Vegas til dæmis eða Hard Rock hótelið hérna í Tampa Bay. Tampa. Þú veist, það til fleiri staðir. Meira þess að bara Amsterdam. Næsta spurning. Ég til að fara einhver stað sem Sunshine. Ef ég enda aftur í AC, damn the devil to hell. Það er sko það er þessi geðið, ég mun enda hann aftur. Þú verður þá bara að vera háar. Verður bara háar í grúpunni og kottum mig til það. Ég reyta mútið öllum hann. Nei, ég með. Ég með líka. 1-0 fyrir, 1-1. Ertu bjartsýnn að bréfið verði græn á næstunni? Nei, það sko. Já. Þetta verður bara að vera það. Póstur og blöð. Já, ég er með Diamond Hands, auðvitað. Þú verður græn. Það ekki? Var það 2-2? Já. Myndur þú lýsa sjálfu þér sem bjartsýnum blöðrukall? Nei, hvað er það ekki? Ég myndi alveg lýsa mig sem bjartsýnum manni. Já, blöðrukall líka. Ég held alltaf ég sem var að vinna við betta og eitthvað og ég er mjög bjartsýn að eðlisfæri. En af hverju blöðru? Nei, bara, þú veist, ertu blöðrukall? Bjartsýn blöðrukall? Það er ekki að tala um eitthvað svo að fara í partibúðinu sko. Ég flóki spurning, þú veist bara. Já, ég er bjartsýn blöðrukall. Það ekki? Blöður að byrja þetta helviti sterkt. Byttu nú við, þetta eru nýjar upplýsingar sem aldrei komið fram. Þetta er blöðrukall. Nei, bara bjartsýn. Hann að hata blöður. Það er bara með svo spesa. Ég var búin að mitt fara að punta þig þarna, Steinþór sko. Já, þú getur bara mitt að vera tilbaka. Ég tek ekki punta það. Hann er ekki bjartsýn maður. 3-2. Ég er heldur ekki bara ekki blöður. Ertu það bjartsýn að þú skrifaði einu sinni ástabref til að reyna að get laid? Það var ekki til að get laid á til að reyna að komast á fast en ég skal taka punta það. Ok, Steindi, það er verið að svoleiðis pakka þið saman. Það var líka sem blöð sæði í byrjun. Þú veist, pakka þið saman. Er ekki 2-1? Það er 4-2. Hvað er 4-2? Því að blöð með 4 stig og þú 2, það er ástæðan. Þannig gera stig. Nei, það er ekki 4-2. Ok, það er ekki búin að 4 spurningar. Bjartsýn myndi skella til AC 1-1. Það er ekki Bjartsýn að breiðan verið græn. Punktur á báða, 2-2. Myndi lýsa sjálf sem Bjartsson blöðrukall. Þetta er bara hár rétt hjá hann. Ertu Bjartsson skrifast ástæðu? 4-2 motherfucker. Má ég fá að svara 4. spurningunni? Já, ef þú skrifað ástæðu til að get laid. Nei, ég hef ekki gert það. Það var ekki til að fá, sko, það var ekki til að, já, ok, ég nefnir ekki að frasa við. Fyrst er líklegt og ertu bjartsýn að þú búir í mansion eftir 2-3 vikur? Hvað meinur þú? Er það því að ég er að flytja það? Já, það er ekki, þetta flókast því sem bjartsýni.
Nei, ertu bjartsýnn að þú Þetta er líklegt að þú búir í mansion Ég er bara spurning Ég er að flytja í starra húsnæði svo krakkandi fá herbyggi Ég get ekki flokkað þetta sem mansion hjá mér þannig að þetta er nei hjá mér Blöðum okkur nokkrum hæðum í Fossvoginu með celebrity nágrannar og Hannes Halldórs og þetta er mansion það sem þetta er sko og 2-3 svalir og 5-3 Ertu bjartsýnn og setur hann á hlið helgina? Fyrst að dómsmálaráður er mættur og þá er bara fyrir auglýsingar að fá hann Ég bara, ég vann þetta Alveg líkur að það er enga líkur að þetta 5-4, er ekki ein úrslita? Safnaðu yfirvaraskeggi og kannski færðu það á hliðum helgina Hárið til að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Minnum á Hreimur er í Keiluhöllinni í kvöld með nýja þjóðhátíðarlagið og bara svona kassa gítara stemmingu En það er komin rándýr gestur til okkar Við erum að reyna að þroskast hérna sem útvarpsmenn og við erum komin með ráðherra í stúdíói Dómsmálaráðherra Áslaug Arna verður velkomin Takk fyrir, það gengur vel hjá okkur Við erum aðeins svona að þroskast Hvernig, sko Fyrsta sem hún sagði við okkur hérna, þegar þú sást að kom eitthvað með kampæn hérna, hún svafa á hún og opnaði Kavana Club kom með kampæn handa okkur, þú sagði þú mætti fá þau kampæn því að þú væri með driver Já, því að svo þau myndi ekki dæma mig að hérna, ég var að fara að keyra eftir þetta glas sko, það var ekki vinsælt Hversu næs er það? Það er kostur, vissulega Allir ráðherrar eru með driver Já, þetta er svona líka öryggishlutverk Þetta eru oftast fyrirvændi lögreglumenn til dæmis sem eru hættir í lögreglunni Last driver Já, þú kannski, þín orð Ertu með þinn eigin Kevin Costner eða? Þetta er svona, hann er frábær, geggjaður Nýhættur í löggunni og bara Hversu bólin er að vera með eigin driver og lífvörð? Það er rosa En þetta er nú svona bara tengt vinnu eða þú veist, hann er ekki einhver þetta er ráður ekki með lífvörð bara allan daginn sko á Íslandi sko, sem betur fyrir þurfum við þess ekki sko Er hann svalur? Já, hann er geggjaður Já, topp, gaur En þetta er líka eins og þú sagðir, þú ert ofta í bílnum svona, þú veist, að fara yfir ræður og þú getur ekki verið að gera þetta keyrandi Nei, jú, alltaf í símanum og fara yfir ræður og lesa eitthvað yfir sem þú ert að fara á fundum og þú veist að vera inn í öllu og þetta er bara, já, svona hjálpartæki í vinnunni Er þetta skemmtilegt? Já, þetta er geggjað sko Já, almennt er þetta geggjað Í alveg, ég ætlaði að spyrja, er þetta ekki dreplegilegt að vera í pólitík? Nei, ekki pólitíkinni sjálfur sko Það er bara, auðvitað er einhverju leiðilegir svona side effects við pólitík sko En það er skítkast Jú, þú ert ekki alltaf vinsælsta mannskján Twitter alltaf og svona Nei En ég með þú ert basically svona, við náttúrulega erum fyrir utan þetta algjörlega En ég sé þetta bara svona eins og þú mætir í vinnuna og ferð að rífast Nei, alls ekki sko. Þetta er ekki þannig? Nei, það er bara svona smá partur af þess að við erum að takast á eitthvað svona, einhverja hugmyndir og hvernig við erum að fara á hlutunum og svona og það er kannski svona líka núna í aðranda kostninga, það var allt svona aðeins meira tens En alveg þetta bara á þingi eru flestir bara svona vinir, eða ekki? Jú, og þú veist, langflestir eru bara að geta verið góðir utan þingsalsins og þetta er aðalega fólki bara sem er ekki þarna inn í þessari búblu sem er að kvarta og skrifa leiðilega hluti, ekki? Jú, fólk má alveg hafa skoðanir á okkur stjórnmálumönnum sko, við bara erum að vinna okkur hugssjón og við erum kosin á hverjum kosningum og bara En hver er svona skemmt, þú veist, Sigmundur Davíð Já, geggjaður hann er skemmt, hver er svona skemmtilegu, skilur þú? Ég fær með honum tvisvar til útlanda sko, við vorum saman í alþjóðanefnd sem þetta við því ég var þingmaður Er hann ekki geggjaður? Þegar hann er búin að fá sig bara 2-3 volga Heineken maður og er hann ekki bara stemningskall? Jú, ég vil ekki ána með hann þegar hann var í miðflokksmegruninni þá borði hann ekki brauð en fekk sér alla bjóruna sem er svo að drekka brauð sko basically að drekka brauð Þú myndir aldrei svara hverju leiðilegastur eða leiðilegust Nei, kannski ekki beint sko en þú veist, það er kannski fólki sem getur ekki verið þú veist, fer svona meir í mannin heldur en málefnið ég skilji og þetta snýst málefni og hugmyndir og eitthvað og við erum öll að reyna að gera Ísland betra sko, við erum öll eitthvað neginn En nú er Steindi, það er enginn sem spáði meiri hvað fólki finnst hann, gæti hann verið í pólitík? Já, ég get alveg segja fyrir mig sko Ég er alltaf búin að koma að staði að ég er alveg með magan og hendurnar sko ég brefa eigandi sko Steindi þannig ef það eru 2 eða 3 búin að skrifa eitthvað neikvætt eitthvað á Twitter þá sendir hann á mig, Twitter logar Ok, þá geta hann ekki verið í pólitík Það sem ég segi, hann geti þetta aldrei Reyndar er ég sko Twitter logar þetta sko Já Ég og konan ákveðan að taka social media svona minka þetta svolítið og voru farin að vera svo mikið upp í sófi símanum í staðin fyrir að hanga saman Gott hjá okkur Ég tek alveg daga þar sem ég bara opni ekki Twitter bara svona, þú veist, af því að maður getur ekki eitthvað fylgst með öllu og lesi allt af því að maður það bara svolítið að taka stærri púls Er það neikvæðasti miðlinn, Twitter? Já, þú veist En ég verið að senda skít og svona á Instagram eða?
Já, það er allur gangur á því bara. Þannig að en þú veist, flestir eru búin að afskrifa kommentkerfið. Þú veist, þannig að það er kannski mjög misneikvætt. En amma les það stundum og er miður sín. Yfir virkum. Vitafestar að virkir eru tæpir sko. En Twitter er orðið frekar leðilegt. Það var mjög skemmtilegu miðill sko, til að byrja með. Mér finnst konseptið rosa skemmtilegt sko. Það er hægt að takast á hugmyndir og maður sér það í útlöndum í pólitík sko. Þannig að en ég held að við þurfum líka svona svolítið breiðari hóp þar inn ef við ætlum að Ég leita alltaf á þetta sem bara svona eins og svona smá grínmiðil. Þú hefur bara ákveðið marga stafi til að vera fyndin sem er geggjað en svo náttúrulega þegar þú veist það var eins og alveg svo Vine meðan ég var mikill aðdáandi á Vine það eru bara 6 sekúndur til að gera þú veist en á Instagram hefur við miklu meira og svona en allavega Twitter er ekki gott fyrir langorða og leiðilega pólitík Herru ég er með fullt af spurningum sko að því vorum að tala um brefin ert þú í brefunum áttu hlutabref? Nei Ég er afsakað þetta Steindi keypti sér hlutabrif fyrir einhverjum mánuðum síðan og hann talar ekki um annað sko. Ég er svona ánægð að sé að tala um það sko. Við erum alltaf að hvetja fólk til að tala um fjárfestingar þannig að ég er ánægð með þig Já, en mér langaði svo að vita sko, ef þú ættir hlutabrif værirðu með paper hands eða diamond hands þú veist, værirðu að kemur rauðu dagur myndirðu panika og selja eða myndirðu vera með diamond hands og býða, fáðu síkó, pönnuköku og bara slaka á þangla að kemur grættagur Diamond eða það ekki? Bara stendi Sleppa sígarettunni Diamond Sleppa relli Já, ég er svona slög típa sko Ég stressa mig ekki óþörfu og það er mikill kostur í pólitíkinni og örgulega líka þegar þú ert í bréfunum sko Það er góður punkt Hvað er leiðilegast við að vera ráðherra? Hver er helsti ókosturinn? Það hlýtur að vera bara svona, þú veist, svona skíturinn þegar hann verður mjög mikill eða svona, bara í erfiðum málum þar sem þú kannski er erfitt að útskýra svarið er ekki 15 sekundur eins og kannski drullið er. Þú veist, þú getur ekki útskýrt það í 15 sekundum eða 10 sekundum af hverju eitthvað er eins og það er sko. Ja, en tókstu eins og með og kom grín í sköpun eitthvað, tókstu inn með þetta þyrludæmi? Nei, ég var geðið fyndið. Það fyndið sköp sko. Það var En fannst þið leiðilegt að öll umræðan þetta þyrludæmi á sín tíma? Nei, ekki það sko, þú veist, það er líka bara svona eins og þyrlufræðin yfir eldgósið sko, það var fyndið að þetta er bara svona bóð sem ráðherra almannavarna fær og þetta sagði ég eitthvað já, þú veist, bara eins og flesti myndi gera sko. Eins og ég var að fara undan einhverjum vísindamönnum sem voru búin að fara og eitthvað en ég er náttúrulega bara að því ég er líka ráðherra sem er bara gett virka samfélagsmiðlum og sýnir þessu mikið frá lífið mínu og þá hendi ég bara eitthvað í live Instagram þú veist þegar ég var yfir gósinu og það einhvern veginn fór fyrir brjóstið á sumum sem vildi gera mál úr því. Ég er eins og verið að monta. Já, ég hugsaði bara að byrja af hverju ekki að sína frá þessu fyrst ég kann það, þú veist. Af hverju má maður ekki, ef maður er bóðið þyrlu, má maður ekki verið þyrlu? Hvað kæfta er þetta? Okkur eftir Instagram, það er til að sína bara spila fyrir hlutum. Ég man eins og þegar ég lág á spítala næstu döður út á bráða heilahonubólgu og sagði hlindi blöði mig, þetta ekki á spítalanum? Jú, og leit og kíktu út. Það var ekki ég sem hringdi, það var sameiginlegur vinur okkar sko. Og náði að teygja mig einhvern veginn, tók mig, það var erfitt, ég reif gardíun upp, blöðan fyrir utan í þyrlu og leiðin að bara hell í sig og Eyrarbakka. Þú talar alltaf þessu og það hefur bara verið sveimandi fyrir framan herbyggið. Ég þið voruð að beint fyrir þetta sko. Ég þekki enga sem ég bólin og Hellinga mönnum sem að fara í þyrlu og þú veist ekki töðið við því. Nei. Að þið vorum að tala um daginn, svona hvað er leiðilegast sem þú ert að gera svona. Hvernig er þú veist svona að vera ráðherra, þú veist, hvenær mætiru og hvenær ertu einhvern tíma búin í vinnunni, ertu að svara skilabóðum kláðan bara réttur miðnætti eða hvernig er vinnutímin? Já, vinnutímin er eiginlega engin, það er bara allur en maður reynir samt að reyna að stilla sig eitthvað af og misjant hvað hann er mikill en ég reyni nú að byrja daginn að fara á æfingu og mætt þá í vinnunum 9 og er þá frekar að vinna eins lengur sko. Svo ertu bara á fundum og eða halda ræður eða mæta á eitthvað viðburði eða funda og vinna í ráðuneytinu eða mæla fyrir ykkur í þinginu og þú ert svolítið út allt. Þetta er ekki svona mjög staðbundi vinna og breytist kannski aðeins í COVID þá voru minna einhverjum ræðuhöldum og einhverjum viðburðum en svo bara ég reyni að svara fólki á öllum miðlunum mínum en næ eiginlega aldrei alveg yfir það. Hvað er svona mestu völd dómsmálaráðherra? Hvað getur þú gert sem að aðrir ráðherrar geta ekki gert? Við erum svo vittlausir, allavega ég. Það er svona, hvað? Það eru þetta kannski lögreglan sko Ertu með löggunni í vasanum bara? Nei, en þú stjórnar ekki löggunni Þú ert með fjárveitinga þú veist, skilur til lögreglunar og uppbygginguna og það er svona kannski sem fólk horfa á hann síðan eru út með fangelsismálin en þú veist, það er ekkert að hringja mig og segja bara, heyrðu ég þarf að losna úr fangelsi eða fara fyrr á sogn eða eitthvað, þú veist, sumir hafa reynt það. Áttu köku með þjöl, bara það getur ekki hringt í bara beðið köku með þjöl, það er ekki hægt. En gætið þú tekið símtal á eftir og sagt, herðu, ég það bíl fyrir utan heima auðvitað í nótt, það er eitthvað vesen.
Nei. Og myndi að koma bíl? Nei. Okay. Þú getur það örugglega bara sjálfur. Herru, ég er bara, mér líður hræðilega hérna. Það eitthvað strjála einhvern veginn í. En herru, en getur búið til ný lög? Já, það auðvitað það sem maður getur gert. En maður þarf að fá alþingi til að samþykkja þau. Þannig að sama hvað ráðherrann er vitlaus, að þá er þetta langt ferli. Hvað er þetta langt ferli? Segjum að myndi búið til lög núna, bara til dæmis bara áfengi búðir. Já, eða bara það þurfa allir að vera með gríngleru á sér alltaf 29. maí með eitthvað. Gætur það? Þú veist, þú getur gert það, en svo þarftu náttúrulega að fá samþykki í alþingi. Ef sá málaflokkur heyrir undir mig, þá get ég gert það, farið með hann í ríkisstjórn, þaðan fer hann í þing og þarf að fá 3 umræður í þingir og það er að vera lögum. Og svo það fórsetur hann skrifindi það. Ég skil það. Grínglerum var ekki inn í því þá. Ég skil það ferli, en þú mátt samt skilur skrifa hvað sem er sjálf niðurbróki. Ég sting upp á þessu, sama hvað mikið rugl, og svo þarf það að fara í gegnum síur. Já. Það er geggjað sko. Ég er með hugmyndir. Já, það. Ég er með geggjaðar hugmyndir ef ég mætti senda á þig á nýju lögum. Ég reyndi að skrifa svona lög sem var svona Íslendingar mega vesla af áfengi.is eins og þeir mega vesla af áfengi.com. Það er búið að taka 1,5 ár og er ekki ennþá komið í gegn. Mun það fara í gegn ekkert mann? Ég held einhvern tímann að þegar fleiri og fleiri átt að segja á því að það er fáralegt að geta keypt selfridges vín og fengið eftir sólarhring en ekki stutt íslenska verslun. Fleiri og fleiri mjög skrítið því. Jú, en við erum bara eitthvað neginn. Þetta er svona litlu frelsismálin og sumir eitthvað og hún er alltaf upptekinn af áfengismálum og eitthvað bara eins og það sé bara ég sé alltaf blekuð eitthvað. Þannig að en það er eitthvað neginn bara lífið sko. Þú veist, maður þarf að vera að halda á litlu boltanum líka og þetta er ekkert, þú veist, frjálst útvarp var lítil bolti einu sinni en stór og líka að fá kasínó upp í Perlu svona við ætlum að fá ferðamenn ég breyta að það er besta location fyrir kasínó bara í heiminum sko. Myndur þú stiðja það? Að fá kasínó? Ég held við þurfum alveg að hugsa þessi netspil og þessi haptarasmál alveg upp á nýtt sko. Og á móti getum við kannski þú veist, farið í einhverja forvarnir Er ég að koma þér í bobba með að spyrja myndur þú viljið að vera í kasínó? Já, þú ert að reyna að koma þér í bobba. Nei, ég er bara að spyrja þetta er áhuga bara Ég veit það. Við erum spilafíklar. Þetta segir sér bara sjálft að Perlan er að vera kasínó. En ekki einhver hoppukastalinn í ís? En er eitthvað svona lög sem er eitthvað skemmtileg lög ennþá inni þú veist eins og einu sinni mátti sko kannski ekki, það er reyndar ekki rosalega skemmtileg lög en einu sinni var óvart ennþá í lögbókinni að það mætti drepa Tyrki ég held að það hafi verið þegar ég var 7 ára eða eitthvað og það kom í ljós þegar Tyrkland alltaf að fara að keppa einn í handbolta eða fótbolta eða eitthvað þá allt í henni bara, heyrðu, við getum ekkert komið við erum lögdræpir þetta og þá var það lagað og svo var mátti einu sinni geld að fá þetta líka einhvern tímann, það er ekkert svo langt síðan það var tekið út er eitthvað ennþá Hvað ertu að reykja? Ertu með þín að það hefur verið tekið út? En er það ennþá Nei, við erum alltaf að reyna einhver lagarhinstun og stundum þetta verður eitthvað eftir við höfum verið að aflita einhver reglugerðir bara eitthvað, þú veist, fáránlegt dæmi síðan 1770 sko Já, en það er oft eitthvað svona sem er ennþá inni er ekkert eitthvað, þú veist, er eitthvað svona mér langar bara svona aðtöku hvort það myndir eftir ykkur hvort það væri eitthvað rugl inni ennþá Ég er búin að vera að reyna að aflita svona þú finnst það til í svona lögum kirkjuna og reglugerðum þar var alls konar rugl hvenær mætti skýra og hvernig og hverju þarf það að vera heima ef þetta ætti að vera heima og alls konar eitthvað svona þú veist sem þarf ekki að vera eitthvað þetta er fáránlegt í dag sko Já Við ætlum að fá eitt rándýrt lag og svo hendur þér í hraðaspurningar Áslaug Þetta ætti að koma flestum í gýr dómsmálaráður en þá þetta með okkur Ég veit, þú veist hvort vildu við kallið Áslaug eða dómsmálaráður Áslaugu, takk Það er eitthvað svo svaltast eða við séum með dómsmálaráður Við erum með dómsmálaráður núna í stúdíunum Það er bara þannig En Áslaug Arna, það er komið að hraðaspurningum Ertu tilbúin? Eins tilbúin í verð Þú ert að reynsa hugan alveg Af því að það er ekki neitt, ég veit að það kannski erfitt að úst í pólitík en það er ekki hægt að svara vitlaust, þetta er bara fyrsta sem kemur upp í hugan Tilbúin? Já Uppáhaldsmatur? Humar uppáhalds bara Hans með teil Já, hvað fyrir mest í töðuna þér? Neikvæðni Í hverju sefuru? Engu Fallegasti kallmaður heims fyrir utan maga? Bara Hvað kom fyrst í hugan? Sko svona gamall kröst ég var lítil Orlando Bloom þegar hann var hérna á landinu daginn Orlando Bloom, ok Hann er mjög gott Já, fínt svar Liði í ensku? Liverpool Það er skellur Ekki njúkast Við þakka þið bara gæla fyrir góð Það er búin gaman að með þið Þú mætti djama með hverjum sem er eitt kvöld Með hverjum myndur þú djama? Bara Boris Johnson Ég veit ekki Það er eitthvað rosalega fyllibittar Það er alveg jam sko Það myndi fá sér nokkra marga pintur sko Já, ok, gott svar Hvað drekkur á djaminu? Vín Ef þú mættir hafa leikið aðalutverki í hvaða bíómynd sem er Hvaða mynd hefði verið fyrir valinu?
Ég bara Regína, mér dreymdi það þegar ég var lítil. Ok, hvað kveikir í þér? Húmor. Besta hljómsveit allra tíma? Ég er ríkaleg sko. Ég bara Ertu í rappinu eða rockinu eða teknónu? Áttu enga upp á hljómsveit? Nei. Ekki neina? Bara átti Coldplay en það er alveg hægt sko. Coldplay, ok, Coldplay, það bara gott. komið upp í hugan. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Þetta er ekkert þægilega spurningar og blöð. Ok, ég ætla að ummorða þetta því að það er ráðherra. Kaldsvitna, nei djók, já. Ég er að kaldsvitna með spurningunni. Af því að þetta er svona halva ógeðslega spurning fyrir ráðherra. Já, þá ætti frekar að spyrja, ef þú yrðir að nefna eitthvað sexy dýr, hvaða dýr finnst þér sexy? Pandabjörn. Svar. Hvað er flottasta merkið? Celine. Hvaða lag fyrir að fónin til að koma þér í gýrin? Lovely Day. Lovely Day, herru, þá er það komið. Þú komst bara nokkuð frá þessu. Mér fannst þetta helviti vel gert. Já. Pandabjörn, það er gott svar. Pandabjörn er sexy, Orlando Bloom líka. Heldur með Liverpool sem er smá skita. Ég fæ svona, ég get ekki hugsað sko. Nei, þetta er mjög óþægilegt. Já, ég svaraði einu sinni í því ég fekk svona spurningu hvað þetta er mest pirrandi og sagði ég vart fólk sem er mjög slæmt fyrir pólitíkus. Því ég elska fólk sko en hérna ég var svona. Já, neikvæðin er gott. Ég veit alveg ef ég verið spurður að setja hvað er mestu töðunar, það er að klæða krakka sem vill ekki fara í föt. Það er staðfesta sem er mestu töðunar. Eða gefa þeim að borða og þau eru með vesen. Nei, það er bara að reyna að klæða barn sem vill ekki fara í fötun og er öskrandi og grenjandi. Það fer ekkert meira í töðunar. Drekkur vín á djamminu, hvort ertu í hvítvíni eða rauðvíni? Það fer eftir hitastíði. Ok. Já. Þegar sumar, hvítvín, veiturna rauðvín. Þannig að basically þú byrjuð í Íslandi, þú ert svolítið í rauðvínu. Já, aðeins meira núna sko. Aðeins meira. Svona, það þarf ekki nema smá sól svo við séum í sumargýrnum sko. Og byrju, hvað var það sem kveikir í þér? Húmor. Já. Og já, þá var þetta eiginlega bara svona kom. Já, hún slapp bara vel fast með þetta var vel svarað. Pólitíkar sem kunna svara sko. Já. Það er líka að svara spurningunum en maður sér samstundi fyrir sér fyrirsögnina sem getur verið svo ógeðslega slæm. Ég er nefnilega heyrt það frá nokkur sem að hafa neitað að koma bæði í sjónvarpsþætti og útvarpsþáttinn sem við erum með hérna því að þeir nenni ekki að fá fyrirsögnina á sko svona vefmiðlum. Já, þú þarft að vera alvöru hálfviti til að hendi í hún vil sofa hjá Pandabjörni. Já, erum við ekki komin á einhvern skrítið stað þarna. Þeir eru þarna sko yngar okkur. En bara svona í lokin, hvað er á næstunni hér, Áslaug? Ég er bara í prófkjörsbaráttu alveg á fullu. Hveti fólk til að mæta og taka þátt í að velja fólk á þing. Já, byrju, hvenær eru kosningar? Já, í Reykjavík er það næstu helgi. Þessa helgi er í norðaustur og suðurkjördæmi og þetta er bara tækifæri til að velja fólk og ég er bara, fólk þarf að taka þátt í að velja fólk og ég er bara að gefa kostum mér að leiða hérna í Reykjavík. Prófkjör næstu helgi, það er rosalegt. Hverjir mega kjósa? Allir eldri en 15 ára sem eru búsettir í Reykjavík í mínu prófkjöri og þú skráir því sjálfstæðarflokkinn á xt.is sem er áraðum skilríkjum á 15 sekundur og svo mætur og kýst. Byrju, 15 ára, er það? Já, þá getur skráðið í flokka sko. Ok. Félagafrelsið sko. Þannig að þú getur nýtt það að velja fólk og margfalda svolítið áhriðinu og lýðræði þannig sko. Þannig að nógum að vera hjá þér næstu daga. Já, ég ligg bara í símanum og heyri fólki og hveta til að mæta og sé svo bara hvað gerist. Já, þú eru nú að geta að henda einu rauðumsglas í því inn á milli sko, mátt ekki drepa það á þessu. Nei, vika eftir. Ég held að hljóta að lifa það af. Ein vika eftir og svo verður þetta settist í sumarfrí og svo kosningabaráttu þetta bara. Já. Gekki Áslaug, hrikalega gaman að fá þig og bara gangið þér vel. Takk fyrir mig, ég kem aldrei aftur í svo hraðspurningar. Þeir eiga nokkra hittara þessi tveir, herra Nýttismjör og Frikki Dór. Ég lofa þér því. Þetta ávið að báða þegar maður segir so many hits. Hvernig þetta drengirnir, herru, það er eiginlega bara komið að loka. Gaman að fá Áslaugu. Já, skemmtileg. Topp manneskja. Hvernig er helgin? Ég ætla að byrja þér fyrir. Hörðu, ég er að fara, ég er svolítið að nýta helgana núna og fara í sveitina. Já, ok. Ég ætla að sippa mig bara í summer cabinet og, veit ekki, 2-3 rauð og skipta kókablaði með, veit ekki. Þú ert eftir duðlegur í því maður, ángríns. Það er aldrei heima þér. Ég er helviti gaman að skjóta, þú veit ekki sem einótt, bara fara aðeins út fyrir höfuðborgarsvæðið, gista okkur hóteli eða okkur bústað eitthvað, það er sko, minnst það helviti gaman. Kósi. En Steindi? Ég er að flytja helgina, ég er að fara að mála og spasla og djöflast. Já, í The Mansion, þú voru að fylgjast með þig á gramminu.
taka tour á gramminu? Nei, eflust ekki. En ég er að fara að mála og ég er að fara að vera alla helgina bara að mála. Ég er að fara að flytja bara, þú veist, hvað tekur langa tíma að flytja? Er ekki svona vika? Já, þú veist, í mansion, sko, þú veist ekki að flytja 40 fermetrar, sko, það væri hálftími? Sko, að fara að flytja er basically bara tíminn sem þú hefur í það, svo lengi ertu. Ef einhver segði við, þú verður búin að klára húsið þitt á 2 tími, þá gætur það léttilega. Já, það þyrfti maður bara að gera það. Já, þannig að þetta er bara hvað nennirðu. Já, ég þyrfti að vera búin á öllu fyrir 4. Nei, 3. í rauninni. Þannig að það er svona, já, ég hef helgina núna, svo tekur maður mán 3 mið, svona, ég vil að flytja, maður tekur kvöldin í það bara, ég verð að flytja bara í næstu götu. Þannig að ég get basically, stutt að fara. Já, þannig að ég fer bara með svona, þú veist, við erum að spá ég að taka bara, tökum hérna allt eldhúsi hérna, allt rastlið, svo förum við bara með það, keyrum það yfir, setjum það bara í eldhús. Ég er í svona 30 sekundur að keyra milli. Það er mjög þægilegt Ég ætla að horfa á leikina í kvöld, maður. Það eru 8 leikir í Dominó-deildinni og ég er bara sjaldan verið spenntur fyrir leik sem Tindastóll er ekki að spila. Það er Valur KR 8 leikur. Það er 2-2 Valur KR, liðið sem vinnur í kvöld fyrir áfram, og það er líka 2-2 Grindavík Stjarnan og það byrjar 18:15 að enda allir að bruna heim núna og liðið sem vinnur þar fer áfram, þannig að Dominó-deildin er mjög spennandi og svo náttúrulega úrslitaleikurinn í Meistaradeildinni á morgun. Er þetta alltaf þannig í körfunni? Er þetta alltaf þannig að þetta er reglan bara þannig að fyrsta liðið sem fæði 3 sigra? Alltaf? Er það bara ykkur sérstaklega keppni alltaf? Bara í úrslitakeppninni. Bara í úrslitakeppninni, þannig að það er öll lið sem keppa þá upp í 3. Er þetta ekki alveg langt þá? Er þetta ekki bara hálft árið eitthvað? Hver er favorite og samkvæmt þið búki í kvöld? Ég þarf einmitt að tjekka á því, mér er svo gaman að ég verið að horfa á báða leikin, ég ætla að veðja á þetta. Ég er eiginlega bara að tjekka á því. Hvað ætla að setja á hann? Þú er náttúrulega valsari. Já, ég er náttúrulega Tindastólsmaður í körfunni sko. Og valsari í fótbolta. Ég er grjótaru stólamaður í körfunni. Ég er bæði ekki út á Fester bara, heldur líka út af hann heitir Hester og er í Njarðvík núna, eða var í Njarðvík sko. Já, ég held ekki með þeim, ég held með stólunum og logoið, krókodillin, hann er rosalur. Ég er alltaf betur að setja flúrir á baki að það er krókodillin. Valur er clear favorite hann. Ströggla og káir í kvöldu. Nei, 22 1.65 Valur. Liðans Óskars 2.30 káir. Hvað gerast þetta? Liðans Óskars er svolítið Njarðvík allavega í körfunni held ég. En Richard, hann er líka með Tindastól í körfunni og... Já, Richard er Tindastólsmaður í körfunni, ég er mjög ánægður með hann. Hann er alveg svo blöðar hennar. Já, allavega, hann sendir mér alltaf að spila. Báði með Vali í fótboltanum. Já. Herðu, ég skal gefa ykkur lofur hérna. Ef að Tindastóll verður einhvern með Íslandsmeistari í körfu, þá skal ég setja krókodíl á bakið um mér. Já, frá hálsnir og raskat stóra krókodíl. Ég myndi setja lítið. Ég skal bara segja það ef Tindastóll verður Íslandsmeistari og þú náttúrulega eðlilega setur á þig tattoo, þá kem ég bara með þér. Ég set bara krókodíl á mig líka. Ég er ekki að grínast. Ég myndi fara svona viku bender fyrir norðan ef við myndum eitthvað að vinna. Ég sverða, ég kem með þér. Lókum við verðum mættir hér næsta föstudag að sjálfsögðu með fullan bát. Það er alltaf fullu bátur. Það er ekki eins og COVID lengur. Flokku þetta sem COVID en það? Nei, sko, þetta er eiginlega degja bara. Það er enginn að fara til útlanda allavega. Takk fyrir hlustuna og ég er góða helgi, kæru hlustendur.